Góða kvöldið og velkomin í ljósleiðara deildina. Það umferð númer 2 sem hefst hér í kvöld og með mér eins og ævinlega, það Óli sjálfur. Já, umferð númer 2 maður. Þetta fljótt að gerast. Mér líður eins og við höfum verið hérna í gær að lýsa. Eiginlega, ég svona, þú veist, helgin leið mjög fljótt og 50 horfður á 50-leikinn. Það alltaf að gera það ekki því að Ég mista honum. Já, þetta var góður leikur samt sem áður. Já, ég þarf að fara tilbaka að horfa. Já. Það var fyrsta skipti sem ég sá IA í sjónvarpinu og það var bara hörku skemmtilegur leikur og þarna fengum að sjá KPJ með ofvirk. Já. Sem var bara þrusu skemmtilegt. Hvernig fór þessi sería? Hún fór hún ekki býtu. Hún var sigur KPJ en þetta var skuggala close í Dust 2 hjá IA. KPJ sigruðu og ofvirkur var komin í 30 bombu. Hann náttúrulega sturlaði Dust 2 spilari. Ofvirkur? Já. Og þetta var 2-0 KPJ, minni mig. Ok. En IA með virkilega gott showing. Þannig að ég bara mjög stoltur af þeim. Það líka svo narrativ sem spilar inn í okkar leik í kvöld, skilur, sem eru þessi 9 lið sem að koma upp. Og þú veist, IA hefur náttúrulega, skilur, átt kafla sem hafa verið mjög sterkt lið, síðan spilara sem að koma í gegnum IA, gera það gott og flottu klúbbur, gaman að vera með Akranesi representa hérna í deildinni. Þannig að það gerir mig mjög spenntan fyrir restina af tímabilinu að heyra það að þeir hafa verið að sýna sig og sanna, sko. Já, algjörlega. En áður en við byrjum að tala leikina og við ætlum að taka líka fyrir aftur rankinlistan minn og taka hann aðeins ítalara fyrir og gera upp leikinn, þá ætlum við að kíkja á kassan hérna sem að í miðunni, sem að fólk væntanlega pæla í því hvað í kassanum. Já, þetta bara Brad Pitt í 7, fólk heima á sér akkur núna. Þetta glæsilegu kassi hérna sem við fengum frá Red Bull og við kynnum nýja Red Bull Zero. Já, það bara 0 calories. Já. Það 0. Það ekki einu svona 1, Tommy. Ekki einu svona 1. Það 0. Þessi búin að sitja í kæli núna í smá tíma og þarna, við ætlum að taka smá taste-test á þetta. Herri, byttu. Það eru 2 calories. Það bara svipa og keppiröðunir, en ég held að Red Bull hefði gert það betur. Já, veistu, ég sko, núna eins gott að hann bragðist vel. Það, sko, þegar þú kemur út með svona ljósan orkudrykk, ég býst við að hann bragðist vel. Já. Og síðast þegar við smökkuðum Red Bull, sem var hérna vetrar editionið. Já. Besti orkudrykkur sem ég smakað. Fakt. Þannig að ég ógeðslega spenntur með þessum, að því að sko, núna er alltaf í svona smá megrun, sko. Ég get alveg fyrirgefið þessar 2 kaloríur. 2 kaloríur ekki neitt. Góður, sko. Það alltaf góður, sko. Nei, við gerum bara svona. Og það eru farnar. Herri, tilbúin. Lyktin af klassíska Red Bullunum. Þannig að, þú veist, mér finnst bragðið af klassíska Red Bullunum mjög gott. Það sem ég get ekki hins vegar leyft mér alltaf sykurinn. Þetta leysið það. Sko, ef þetta nær klassíska Red Bull bragðinu, sem að ég myndi segja sé svona ákveðið prototypical orkudrykkjabragð. Já. Án þess að vera með sykri, þá ég seldur, sko. Tommy. Þetta gott. Tommy. Já. Ég innit. Ég ætla að skella hérna niður. Ég verð víraður í kvöld bara. Það bara þannig. Þetta mjög góð drykkur. Ég mæli með að fólk kíki og kaupi 1 stykki. Ef ekki 2 og deili með makanum eða systkinum eða hvernig það er. Pant á 3. Saka líka ekki fyrir þá sem eru heima, eru við miðju kamerunu, þá svona effekt hérna sem að fylgir með. Getur við tekið úr? Þetta ógeðslega töff. Mér langar eiginlega að hafa þetta á bara borðinu, sko. Hvað við erum í miðjumyndavelni? Wow. Og þetta svona skinjar í hérna? Já. Svona. Herri, við getum látið eina. Já. Þarna erum við
Þannig við, ég þarf að fara tölun svo ég sjá hvernig það lít út. Herri, þetta lukkar, Tommy. Bænk! Þetta þarf að fara aðeins nær mér hérna, svo við séum með þetta í miðjunni, sko. Sko, þannig við. Alvöru stallur fyrir alvöru drykk. Já, það nákvæmlega hannig. Ég ætla að gefa þessu 9. 0 karýrur. Fínt bragð. Sko, þetta er eins nálægt því. Þú manst þetta er Red Bull Sugar Free. Já. Skilur við. Ég drakk hann, en mér fannst alltaf vant eitthvað. Vantar. Já, mér fannst alltaf vant eitthvað í Sugar Free, sykurlausa Red Bullinn. Já. Hann var ekki eins góður og venjulegur Red Bullinn. Já. Mér finnst þessi gera það betur og þannig að ég ætla að gefa hann 8,9. 8,9. Við tökum það. En já, það er úr öskunni í eldin, ef að svo má orði komast, og það er leikur kvöldsins sem við ætlum að kíkja á. Það er SUS Vega og ég fór að velta því fyrir mér rosa lengi út af því að ég er mikill League of Legends aðdáandi. Já. Og já, þegar hann var í ákveðnu liði, þá hélt ég rosalega mikið upp á leikmann sem heitir Zeus. En það er skrifað SUS. Þannig að mér langar alltaf að segja Zeus. Aha. Þetta er SUS. Þetta er SUS. Þetta er ekki Zeus. Þetta er ekki Zeus. Ok, það er gott að vita. Þá gerum við ekki þau mistök. Já. Þannig að ef við gerum það á einhverjum tímapunkti, þá fyrirfram afsaka ég það. Elsku Rex, Pressi, Icy, Citro, Lukkulax og Topaz, sem eru einmitt leikmennir sem eru í SUS. Skemmtilegt lið. Og þeir komu náttúrulega upp úr fyrst deild. Lentu í þriðasæti deildinni, liðið sem að lenta í öðru sæti vildi ekki spila þennan umspilunarleik og í kjölfarið þá voru Dusty Junior sem er SUS-liðið í dag, spilaði leik á móti Bakkus og já, það var bara baka á. Þeir komu síðan í kjölfarið upp deild og þeir eru með sigur. Þeir unnu Þór. Og það er alveg risastórt. Það er það. Kemur samt, þú veist, af svona efri hluta líðar flórunni frá síðasta tímabili, þá myndi ég segja að Þór gætu sennilega verið valtastir, skilurðu. Líklegastir til þess að missa leik. Þú ert með spilaratna sem við höfum séð spila áður á efsta leveli, bara Pressi, Topaz, Rex, skilurðu, hef ég heyrt mjög oft. Icy var í Dusty. Og þetta er, þú veist, ungt, metnaðfullt, skilurðu, peppa lið sem að langar að gera vel. Og það er alveg svona, það er svona smá svona, sko, recipe for success. Já, og það sem ég allan hef heyrt þessa drengi og aðeins fyrir að fylgjast með, þeir spila mikið og það er þetta metnaðfullu leikmennir sem þú talar og það eru bara í alvörunni virkilega krisp leikmenn í þessu liði. Já, ef við hverfum aðeins aftur og í lið sem að hét þá Young Prodigies, Rex var í því liði til dæmis, Pressi var í því liði, þannig að þeir eru komni með lúmst mikla reynslu á efsta leveli og hafa farið svona upp og niður frá úrvals og í fyrsta og núna einhvern veginn eru komin bara með ungt line upp í kringu sig og einhvern veginn eru komin bara í gott ról. Er það ekki rétt munið að Pressi var að róta þetta á móti tætt? Rétt, í fyrra? Já, í Þór. Í Þór, skilur, og við töluðum alveg það að liðið spilaði oft eins og því liði betur með Pressa inn á server. Þráttur að tætt hafi aldrei verið sko, eitthvað akkeri fyrir þetta lið í neinum af leikjunum sem hann spilaði, en það breytti einhvern veginn spilastílnum. Þannig að hann ætti, númer 1, ekki að vera ókunnugur því að spila með eða á móti Þórsleikmönnum, en líka það bara, þú veist, þetta virðist eins og eitthvað lið sem er eitthvað svona, já, þú veist, þessi gæjar, eitthvað kom saman. Þetta er allt bona fide spilar. 100%. Þetta er vaxandi lið og eins og með marga, þú veist, bara þegar við erum hérna að alast upp, skiluru, þá tekum maður stundum vaxta kipp og það að fá að fara inn í deildina með þetta line-up, með svona, þú veist, hvað getur sagt, kannski svipað hugafar, svipaðan stemmara, svipaða ásýnd á leikinn, það gæti verið vaxta kippurinn sem að mikið af þessum leikmönnum
eftir að þeir hafa farið á milli line-up að spila með hinum og þessum þurfa til þess að taka þetta skrif upp. Og þetta einmitt það sem ég er búin að velta fyrir mér út af því ég er búin að tala núna við nokkra leikmenn svona í kringum mig sem ég þekki og svona treysti og var mikið að velta fyrir mér svona hvernig næsta kynslóð kemur fram því að nú er ég búin að standa hérna við borðið ansi langa tíma, ég er búin að sjá Dusty koma, fara, koma ég er búin að sjá Hafið koma og fara og öll liðin á undan því alveg tilbaka í Drake I7 og allt það en það gæti verið að þetta litla line-up hérna í SUS sé kannski ekki næsta 7 en þetta eru allavega allt ungi leikmenn sem eru að reyna fyrir sér og hver veit, þú veist það bara nákvæmlega þannig. Við erum búin að sjá einn leikmann sem að náttúrulega við erum búin að tala ansi mikið í Blikk sem að var af þessari kynslóð. Þannig að þú veist það eru þessi kippi sem að koma og þetta verður ansi skemmtilegt að fylgjast með SUS núna á komandi tímabili bara hvernig eftir að standa sig. Ég spáði ekkert eitthvað sérstaklega hátt uppi, spáði 7. sæti og ég ætla bara að halda mig við það en leikir, ég spáði Þór 5. sæti þannig að það ekki rosalega langt á milli en þú veist IA til dæmis IA SUS leikurinn verður geggjað skemmtilegur og mikilvægur, klárlega. Ástæðan fyrir ég fór að brosa á hann á mér því að ég hugsaði ætli Tommy hafi verið á deskinu lengur en Blikk hafi verið lifandi. Ég byrjaði að lýsa fyrsta leiknum mínum, ég man mjög vel eftir þessu með strák sem heitir Golti og ég man að það var leikur í online-deildinni og hann átti sér stað örugglega 2007-2008. Já. Ég veit ekki hvernig hann fæddur. Það eru 18 ár síðan. Já. Að verða 19 sko. Ef það gerðist 2007 þá var það að verða 19 ár. Já. Blikk ekki orðið 19 ára sko. Þá var ég að sjáttkasta. Þú ert búin að lýsa og sé þess lengur heldur en mögulega sumir að þessum leikmennum hafa verið lifandi, Tommy. Almáttuð minn. Feeling old yet. Yes. En já, ég veist bara til þess að grípa það sem þú varst að segja, algjörlega. Algjörlega. Þá ætlum við að kíkja á andstæðingana og það eru Vega. Bara eitt af þessum bonafide liðum sem að eru bara að standa sig frábælega en við tökum eftir einni breytingu. Það vantar Sörk. Sörk hefur verið að ingemlíta fyrir þá og þetta gæti verið svona breykið sem SUS þurfa út af því að við tókum eftir hvernig vírus var þegar hann ingemlíta. Hver ætlar að taka það að sér? Verður það by the way? Verður það Kitty? Verður það vírus? Því að þetta er veikara line-up að mínu mati heldur en þegar Sörk inni og Toxic er þarna líka. Það vantar Deathkick. Deathkick er búin að sanna sig sem mjög solid spilara á þessu leveli og til að vinna lið eins og SUS ungu spilarana sem eru aimstars, þú þarft að vera klókur og þú þarft að taka bara það sem þú þarft að taka en ef þeir eru með eitthvað svona pingu advantage þeir eru með Brian, þeir eru með Kitty Disco, svona matfrakkararnir þeirra, þeir eru með Vírus sem er ábyggilega topp 3, topp 4 vappi í deildinni í dag en hérna verða by the way að Toxic að sína að þeir eru ekki búin að gleyma neinu. Algjörlega og þú veist, þetta heldur alltaf áfram að vera pressa líka á Toxic, þú veist, að bara, ég meina, hann stóð sig vel í þeim leikjum sem hann kemur inn í úrslitakeppninni, hann stendur sig vel að spila hérna bara í úrslitaseríunni, þeir eru, en það er alltaf samt spurningamerkin, skilur við, þú veist, hann er ekki búin að vera það lengi að þú ert bara, já, ok, hann er stable, hann er geggjaður, hann er búin að vera sérstaklega svona framúrskarandi þegar það kemur á pistlurandunum, ég held bara, þú veist, ég veit ekki, man ekki hvað mörg, en í svona 40% af pistlurandunum sem ég hef lýst með Toxic, þá hefur hann tekið multikill, skilur við, búin að rosalega flotti þar, búin að vera með impact fyrir liðið og hann verður að halda því áfram. Fyrir mér þá er by the way, þú veist, bara óþekktari stærð líka, sérstaklega hvaða áhrif það hefur hann komið inn fyrir Sörk. Kitty Disco töluðum það alveg oft á síðasta tímabili að þegar hann fyrir í gang, að þá fyrir hann í gang. Ég er með statsa fyrir þig. Sko, Sörk, in-game lítandi Sörk sem spilaði alla nema
1 leik minni mig á senast tímabili. Og með 1,19 í KD og 81 í ADR. Það er insane, yfir heildina. Já, yfir heildina. Brian var 1,09 og það er leikmanni sem við erum að tala um, já, þetta er svona stjörnufrakkar og eitthvað 87 ADR, virkilega gott en 1,09 ekki alveg jafn gott. Keiti Disco, besti leikmann í liðinu, 1,25 í KD og 85 í ADR. Næst mest Deathkick, 0,92 og 69 ADR. Toxic 0,92 og 68 í ADR. Notabene þetta bara á leikinu sem hann spilaði undir Vega-merkjunum. Og síðan erum við ekkert með neitt í rauninni fyrir by the way því að hann er búinn að vera í pásu í töluverðan tíma en hann er vissulega með reynsluna á þessu leveli en það er bara annað heldur en að kjúa inn í face-leik að taka leik í deildinni á móti einhverjum drengjum sem vilja virkilega mikið ná inn að sigur. Ég held að það sé nefnilega málið, þú veist, og líka bara eftir því sem að við erum lengur að keppa í þessu reglubundna formati, þá skilur deildarleikirnir sig lengra frá face-it. Þú veist, bæði þegar kemur að því bara hvernig þú nálgast og hvernig þú spilar á, en líka bara einhvern veginn svona innbyrðis meta á milli liða og hvernig liðin er að spila á móti hvort öðru. Og þetta eru bara svona, þú veist, þetta eru svona hlutir sem að bara einhvern veginn verða til í einhverju takmörkuðu samhengi sem er bara eitthvað, þú veist, já, Vega í deildinni spila saman svona, þú veist, ok, ég er búin að einhverju pásu, nú ætlum ég bara að koma inn, ég veit að ég ekki að vera í CS, nú ætlum ég bara að fara að frakka og svo bara, heyrðu, það er bara eitthvað svona Vega sætgæst sem ég er ekki að tengja við og hitt liðið, það er líka að spila sem lið og þá allt í hennu getur sko besti eimerinn á sörrutnum allt í hennu byrjað að gera í degið sko og það er svona, þú veist, bara því meiri tíma sem þú hefur, ég hef talað um þetta, þú veist, í kringum League of Legends, bara sem dæmi. Já. Þú horfir á bara, þú veist, heimsmeistaramótið í season 1 í League of Legends versus heimsmeistaramótið í dag. Þú veist, heimsmeistaramótið í season 1 var bara solo queue leikur. Já, þú veist, og það var bara svona einhver svona liðaleikur en samt bara eitthvað svona solo queue, 5-stack, skilur við venjulegt. Heimsmeistaramótið í dag á ekkert skilt því sem þú upplifir á það að spila einu svona 5-stack í leiknum, skilur við. Já. Og það sameila í CS. Þannig að algjörlega. Við eigum vídeóið tilbúið, er ég að heyri eirað og við ætlum að kíkja á það og það er aldrei að vita, fáum við að sjá Anubis. Það er búið að spila þetta í deildinni nú þegar, við erum bara ekki búin að horfa á þá leiki og það verður ansið skemmtilegt að sjá hvort að við fáum eitt slíkt. Dust 2 bannaði þarna af SUS strax í byrjun. Möguleiki á því þeir spilaði bara einfallega ekki en hafa verið að spila Anubis allavega, töpuð því á móti Þór í viðrunni sinni. Mér aðeins tekið fyrir Vega. Það er áhugavert, þú veist, ég meina, mér finnst mér aðeins vera svona mjög reglulegt bann hjá íslensku liðum, en ertu með, þú veist, einhverjar upplýsingar sem segja að Susi er líklega til að pikka mér aðeins, af því að mér finnst það vera sko ekki mjög algengt first bann hjá liðum. Nei, þeir pikkuðu ópassa móti Þór líka og gjörsamlega bara unnu þann leik 16-14 vissulega, OT og allt það en samt sem áður, þetta er skemmtilegt matchup. Núk tekið af Vega, Inferno bannað af SUS, annað svona sem við sjáum svona reglulega bannað hérna á Íslandi, Inferno og þú veist, unglið, þú veist, bara segjum stærsta progressioni í þeirra ferli hefur kannski gerst á síðustu 3 árum. Inferno var kannski ekkert lykilatriði í þeirri metu, þannig að make a sense. Einsend og Anubis. Ég vona eftir third map því að ég vil sjá Anubis spila aftur. Nú er ég búin að spila pingu svona örlítið þegar ég hef tíma aflögu og ég er bara búin að spila Anubis síðan að mappi kom út og þarna geggja mapp. Já, þetta er frábært mapp. Þetta er bara geggja mapp. Við fáum líka turbo, superturbo, ultraturbo og megaturbo kólátinn núna sko. Já, ég þarf að rifja það aftur upp. Ég man að turbo var tengi sko. Já. Og síðan er Apex turbo, nei, superturbo, ultraturbo það er vissi ekki til sko. Það er já. Ég er ekki eins og viss lengur sko. Við rifum þetta upp og búum til eitthvað nýtt. Anubis, það er svona fórtilega, þú ætlar eitthvað bók eða ekki? Já, ég átti bók. Okay. Skemmtilegt sko að því þú reffar aðeins í Mirage bannað. Íslendingar spila rosalega lítið Mirage miðað við hversu ótrúlega vinsælt það er svona í kringum okkur í löndunum. Spilum Dust 2, spilum Núk, spilum Ancient Anubis en við spilum
ekki mikið overpass þannig séð, en við veljum það yfir Mirage og Inferno svona, Það segir svolítið ógeðslega fyndið Tómi, en líka samt vandræðalegt. Já. Ég var á spilakvöldi daginn og við vorum að spila svona spurningaspil, sem tiltölulega nýlegt. Og ég lendi á íþróttareitnum og ég fekk spurningu rafíþróttir. Nei, þú náður henni vitlaust. Og by the way, mér fannst það geggjað, skilur bara, þú veist, rafíþróttir, allt sem hefur gert hérna í kringum þetta og bara svona, þetta eitthvað spurningaspili. Og svo var það bara CSGO spurning. Ok. Það var spurt, hvað mest spilaða mappið í CSGO? Mirage? Sem er rétt, sko. Ég sagði Dust 2, af því að ég hugsaði, sko, Dust 2 langt með spilað og tekur casual með. Já. En ekki bara competitive, sko. Já. Þannig að ég bara eitthvað, Dust 2, þú veist, af því ég hugsaði bara töluleikin CSGO og það bara, já, nei, það er rangt. Og ég hef aldrei verið með jafn stórt egg á andlitinu. Já. En ég held að sé númer 2. Ég ángríns, það er númer 2. Þú valdir bara 2 þegar 1 var í búði. Ég fer í gröfina samt að berast fyrir því að þetta hafi faktist séð verið rétt hjá mig, sko, og skoða leikinn Counter-Strike Go, þá get ég lofað þér því að casual leikmenninni spiluðu meira Dust 2 heldur minna, sko. Já, þegar þú tekur alla heildamynd, vírus að fara alltaf í vesinni. Herri, en Brian spottaði þá? Nær einum, Topaz rífrakar hann, Topaz sjálfsögur leikmaður sem var í Vega í den tíð, en pressi með glæsileg skot þarna. Mörninn kominn í rotatið, Brian með 2, Brian og by the way. Brian fann 2 þarna að lokum, by the way með hinn. Og Toxic skilaði ekki multikilli í pistol, sem er bara, þú veist, skandal. Skandaló. En þá erum við með Vrex hér 1-3. 1-3, bomban liggur inn á sæt. Eitt sem ég fyndi samt við Overpass þetta er það stórt map, ef hann væri með bombuna þá er 1v3 actually frekar doable því að það er einfalt með allt þetta drasl í kringu sig að einangra fæta. Já. Þannig að mjög doable í meira í þessu mappi heldur en eitthvað annað, þótt fyrir að það sé stutt á milli, rótit á milli sæta og svo framvegis. Sko, mér sýndist Brian spotta þá alla koma lóð. Hann var að kíkja út hlem. Já. Ég held að hann sér þá, hann kallar bakkið. Þeir rót þetta upp og vírus ákveður að hlaupa close og challenge. Það var svona eins og þeir væri að taka eitthvað svona bait. Þú veist, gefa þeim entrið, reyna að treyta 1-1 og fá alltaf að hlaupa inn og vera síðan með menn á 3 stöðum að skjóta á. Já. Og það endaði að virka bara þokkalega. Það var við ofurefla hann inn á sæt, Sús byggust ekki við því og þeir fjallu 1-1. En núna er stefnan sett hér í gegnum Konna. P250 helsta fjárfestingin í þessu rándi hjá Sús. Og þetta flask þarf að gera rosalega mikla vinnu. Þeir búist ekki við þarna. Brian fullkomlega staðsett til að taka móti þessu. Rex gæti á plantið hérna. Það gæti ekki verið. Hann reynir í hraðasta plantið sem jafnframt varður honum að falli og 2-0 fyrir Vega. En Kaupi kemur út, AK-ar á línuna. Já, lítið fjárfest í síðustu lótið, það var 1 flash og 1 P250 held ég. Já, það var ekki mikið meira. Ágæðis peningur hér, AK-ar línuna, ágæðis belti og það er ein MP9 hérna hjá Toxic. Geitir hinn eitthvað aggro. Það kemur smókur fyrir rampin, Molly fyrir playground. Ákveða að eyða ekki smók í þetta, vírus, öruggur, short control tekið af Vega en Rex skýtur frá sér, double smókar í shortrunni, þetta getur verið dýrt. Inn í playground eru þeir og þannig sé þá vita Vega ekki af því þar sem þeir bíðu eftir að Molly myndi hverfa úr playground og þeir voru með smóka fyrir. En það ætti að vita það núna. Flassi Balloons, Lukkulags leitar í tengi, Brian til varnar. Hann gerir vel nær einum aðna og jafna metin. Já, Lukkulags ekki nógu snöggur að búast til Brian þannig. Brian ekki með crossir á réttum stað þegar hann byrjar fyrir hann fight en fljótur með flikkið. Það verður mjög áhugavert að fylgjast með hvernig Sús ætla að díla við það sem virðist vera standard util frá Vega hliðinni sem er bæði þessi Molly og þessi smók.
þurfa á einhverju tímabúti að taka ákvörðun af því að annars eru þeir bara að gefa frá sér svo mikinn tíma og svo mikið mögulegt map control að það verður erfiðara og erfiðara fyrir þá að fara upp án þess að láta vita af sér. Þannig að ég fíla það hvernig Vega láta að hafa fyrir því að ná map controlinu. Það svo mörg lið sem bara einhvern veginn gefa fountain, skilur þú veist, henda kannski sem smoke en ekki sem molla. En bæði, það alveg ekstra erfitt að díla við það. Þetta er geggjað vel gert Jesus. Fara hægt og rólega, ná plantinu, með leikmann í vatninu, by the way, þar, vita ekki af honum eins og Smokurinn feilaði upp í heaven, það gefur by the way tækifæri. Kannski feilaði hann ekki. Frábært hjá Rex og Tobas og by the way, einn eftir, einn á móti 3. Það 4K hérna, pressi inn í smoke, veldur hér. En double peek frá Zulu og shortinu. Það korrekt í fyrsta randið. Frábælega vel gert Jesus. Á meðan þú varst að tala þá voru þeir að labba út shortrörið. Nei, monsterrörið. Vissu ekkert að þeim. Frábært pikk að pressa líka sem setur auka pressu á æð og bara vel uppsett rand hjá Jesus. Ég það spá, þú sér staðsendingunni hjá Vega inn á sæt. Þeir að spila mann í Keflavík og mann bak við sæt. Þú veist, ákvörðunin og kallið þarna bara, við ætlum bara að leyfa þeim að labba út. Já, þeir eru að búast við því að koma eitthvað jú til með þessu. Eins og hérna, fullt af jú til. Og koma þeir út, en þetta gott flass. Það by the way, var ekki búin að kíkja núna, finnur 2 Toxic með annan og þeir eru núna 2 á 4 hér. Og Rex jafna í liðum, nei, það munar 2 leikmönnum hér, Rex 1 á 3, það var allir að horfa á þann. Frábær smókarna í tunnundar og þeir nýttu sér hann alveg til ítrasta hana. Ég ætla bara að segja þetta flash hjá by the way, ég held að það kom frá bæði, hver var að spila tunnur þarna? Já, gott ef það var ekki hann. Það bara drap þetta play. Algjörlega. Það var allir stauraðir. Sko. Já. Eiga hins vegar, Force kaup hér. Einn Hero AK og Rex og restin á Diglum. Eiga kaup í næsta rándi. Þurfa plant, samt sem áður. Og þurfa eitthvað stórt play frá Rex. Vírus í framlega stöðu, svo sem ekki nýtt á nálni, Brian með honum. Þeir eru ekki eins framalega og þeir voru síðast þegar að Sus ákvað að taka þetta play. Tímasending. Vírus mikið pressu, hann finnur bara 1, en þá var það Brian. Hero Akon og Rex gerir góða hluti, Toxic komin í rotatið og núna Sus að róa sig niður. Við erum með yfirhöndina, við ætlum að ákveða tempóið hér. Já, veistu, það ákveðið þroskamerki. Já, vissulega, þeir krækja sér í 2 spánýjar byssur, einungis 1 leikmaður lukkulag sem á Diglu, restin komin á M4 og AK. Það finnst það geggja kall líka. Ég veit, þeir eru nú ekki með neinar upplýsingar það hvað Vega veit og hvað Vega veit ekki, by the way, en hún fljótur að geta reportað það er enginn að koma niður konna, síns getið þið hafa séð á long. Þurfa bara einfallega að fara í gennum þennan smók. Tíminn það naumur. Eiga að senda Digluna hoppandi út og M4-una fylgjandi. Pressi steppar. Kitty bara veit núna, þeir eru fyrir aftan hann smók, bara kalla á yfir. Það koma, crossfire, það leyst úr því, Tommy! Þetta var geggjað. Klínist hjá Sus! By the way, með fyrsta, en ég efast að það sé mikið á bakvið þessa MP9. Já, by the way, með Kit. Og fellur hér fyrir pressa. Þetta var frábært round frá Sus. Alveg frábært round hjá Sus. Þessi entry. Já. Þeir vissu nákvæmlega hvar þeir voru. Já. Og ég bara, þetta gerðist þar hratt og þetta gerðist á það skilvirkan hátt að það kemur 0 óvart að þetta hefði verið bara 2 pre-fire. Já. Veldi fyrir mér, ég að gefa pressa of mikið
undir fótinn ef að ég segi hann steppaði viljandi. Því þetta var mjög skringilegt. Sko, það sem við séð framan af í þessum leik er rauninni öfugt við það sem ég bjóst við. Ég finnst SUS vera að exekjúta strategíu betur heldur en þeirra eima. Eða, þú veist, í rauninni eitthvað svona, þú veist, einhverju einbætar. Vissulega hittnir, en defaultið þeirra er að virka og ég meina, það er að sýna sig aftur núna. Kitty Disco kíkir út shortröðið með MP9, alltaf í disadvantage þegar hann reynir í þennan barda og enn og aftur SUS að finna opnun. Og það er snemma í leiknum sem að SUS eru heldur betur að gera það gott. Toxic með fyrsta hérna. Hjálpin komin, en ekki að hjálpa mikið. Vírus núna í shortinu. Heiti finnst Annan. Nóksins fellar hann. Vírus með æsi. Vírus! Halló! Þessi kom alla leiðina. Þetta var glæsilegt skot. Vega skjóta sér leið í 4. rándið sitt. Það var ekki mikið meira. Þeir áttu ekki mikið tilkalli í þessa lotu. Nei, ég meina frábær skot frá Toxic, hann finnur 2, Vírus finnur 3 og þeir bara bjuggust ekki við Vírus, hann spilar þetta yfirvega og rólega, pressan kemur ekki nógu hratt inn á shortið, þannig að Vírus fær þarna frítt skot í hliðina á 2 eða á 1, afgreiðir síðan shortið með frábæru skoti og lokar síðan í 1-á-1 fætinum. Það eru, já, ég ætla ekki að segja sko, þá getur ekki kent sko gömlum hundum að setja sko, en Vírus er bara að kunna þetta í mörg ár. En hann reif þetta fram þegar það skipti máli á ögustundu fyrir Vega og setur á í 4-2. Þetta setur á meðdaldinn byrjandi báða vangi ef svo mætti orðið komast, sögum þess að ef þú sérð efnahæginn hjá SUS þá er hann ekki frábær. Þessi lota er fyrir 2. Það væri þá 5 og síðan 6 fyrir Vega. Öllum líkindum. Aftur, ég meina Vega einhvern veginn, þú veist, að eima og hitta skotunum sínum. SUS voru bara mjög taktískt að búin að komast mjög djúpt inn á B-sætin. Án þess að þurfa að reiða sig á einn. Þannig að þetta er svona, þessi leikur að spilast mjög öðruvísi heldur en að ég hefði svona fyrirfram gefið mér, þar sem ég hefði búist við meira aggressífum spilastíl, hröðum rifflum og annað út úr SUS. En þeir eru að sýna að þeir eru bara yfirvegaðir og þroskaðir leikmenn hér. Líka ekki mapp sem að ég myndi velja sem einhver eimstjarna, sko. Nei. Bara enga veginn. Óbyggilega síðasta mappið, en hérna kemur allan á D-stætið. Mollin er góður þetta inn á shortið, bæðum við fyrsta. Kitty Disco með MP9 long range, gerir vel presti. Ekki gera mikið, treyta fröggunum hérna niður og B-vörnin heldur. Og SUS eru staur. Blankir. Svo skítut angul hjá by the way. Já, þetta er ógeðslegt. En virkar sturla vel, sérstaklega þegar Mollin kemur, þá heyrur tikkin, byrja bara að spreyja. Já. Men eins og segir, þetta var lota fyrir 2 fyrir 1 tilboð. Instant smokin hjá Kitty Disco og það er sama gamla util-settið hérna yfir limgerðið. Gannastanlega góð. Þetta er það er það að horfa á smókin sko, því að núna springa þeir. Já, það er alltaf fínt. Wow! Það er alltaf fínt að grilla eins í lögnunum sko. Hvaðan komur skotið frá Kitta? Já, ég bara... Var það í gegn? Ég held að það hafi ferið í gegn. Það hlýtur að vera. Það hlýtur bara að vera. Þetta var... Hann bjargaði Brian allavega. Ekkert, bara Brian var alveg, þú sér það á svipnum á hann. Já, bara ég var látir hana. Bara, þú bjargaði með vinnur. Snirtilega afgreitt þarna hjá Vega og bankinn byrjar að byggjast upp hjá þeim. Talandi bankan. Það sjáum við seðla á seðla ofan. Beint í bankan. Eitur slongan. Gór í banka. Ekki í banka. Hilsubælið sko. What a classic. Brian með util-komboðu þarna sem að ég fíla alveg í bótt og
setur mikla pressu, en það eru 2 leikmenn sem keyra hann í gegnum smókin og setja loksins pressu á þetta miðsvæði og finna þar Icy með 2 opnanir, nei, Pressi og Icy með sikkur opnuna, og þetta er málið, Vega koma virkilega vel upp með það að taka þessi stand-up opnun, en góð trade þarna og setja sig í 4-2 yfirtölu og þá kemur Rotetti niður. Skemmtilegt að þeir eru búin að spila þetta hægt allan tíman og koma síðan hratt á og aðeins að breyta tempo og það heldur betur virkar. 3 opnanir, missa 1 leikmann, Toxic loksins með 1 tilbaka, en þetta getur verið dýrt. Grensan er góð. Kannski aðeins mikið krækja á Icy en Toxic með annan, 2-2, Toxic með 3. Risastór hérna og Rex 1 eftir. Rótetar yfir í monsterurreif. 8 frögg á honum. Þeir búast við honum shortið. Hann veit hvaðan smókurinn kom. Búin að koma sér fyrir hérna rétt fyrir utan jailið. Finnur fyrsta. Hann veit ekki hvort það sé deppi gangi en Rex! Þetta er svo glæsilega spilað 1v2. Með klötsið. Virkilega fallegt spilað þarna hjá SuS til að krækja í rándið, en maður verður að gefa risastórt props eins og það á Toxic, sérstaklega í þessu retake. Hann gerði það bara geranlegt. Já, gerði það vel geranlegt. 1-1, það er bara, þú veist, vissulega hallar á sétíðin þarna, þurfa að fara að finna terran. En Rex búinn að spila þetta listilega vel, fann þarna tímann til þess að koma sér í gegnum short og labba út monster og þeir hafa heyrt í honum og eða séðan fara short og kalla það af því að þeir smóka út shortan og búast við honum þaðan. Sjáum að Team Economy graffið okkar sem að segir okkur að Vega eiga ennþá pening og þeir eru konum með vappa á vírus, fyrsti vappin í þessum leik, en SuS eru kannski ekki endilega frábært vel efnaðir. Þeir eru að selja þarna grensur og sjá hvernig þeir geta parað sér saman, 2 galilar, ekki allir með smóka og svo framvegis, þannig að aftur Vega konum með þá uppi vegg og þurfa í rauninni bara að ýta þeim yfir og þá fá þeir annað frítt ránd hér. Lítið disco með opnun á Rex. Þessi skot hefur þurft að hitta. Þetta var einn af AK-num sem fellur, það eru 3 galilar ennþá á lífi. Vírus finnur ekki tengingu með fyrsta skotinu úr vappanum. Brian vel staðsettur til að taka á móti þessu konapúsi, finnur lukkulags þar. Ípíkar þetta, en Vírus að hann komin í hjálpina að ná rífrakinu. Brian mjög gjarn á það að kíkja í sömu línu, hann hefur verið í áflugum í. En Topaz og Icy 2 eftir. Bomban á bakinn á Topaz. Vírus að klíra. Flaski kemur yfir, Kid Disco flassast örlítið, vitar núna af honum. Vappur hins vegar, klikka skotinu! 2 klikkuð skot og hérna gætu þau plantað. En þá í undirtölu hins vegar, grensan er ekki góð. Og Icy kom með Toxic, Vírus kom með bakið upp í vegg með hann að vappa. Þurfu ekki að planta hann strax. Nei, og þá bara, það kemur enginn upp bankan nýr rusl og kallið er að fara niður. Þetta er yfirvegað kall. Þetta er reynslu kall, Tómi. Já, þetta er frábært kall. Klíra hérna út, 15 sekundur. Geta núna ekki hlupið yfir á bíl. Sá hins vegar, by the way. Planta fyrir aftan Opti. By the way, Lár og Topaz. Nær, by the way, Vírus, 1 með vappa. Sýpur kveljur af hverju hann þurfti að klúðra þessu vappaskoti í síðuna á Topaz aðeins fyrr. 3 skot eftir. Gjör þetta langt frá. En Topaz klárar þetta 6-4 og núna er þessu snúið alveg hina áttina. Vega blankir. CT megin. Ég vil að með CT-sætið mappinu, Óli. Þetta er ekki góð staða. Alls ekki. Ég meina, 4 lótir komnar fyrir SuS og fyrir marga, þá myndir kalla það bara þokkalega gott.
finta, virðist vera líkleg nema Vega geti fundið einhverja leið til þess að spyrna við þessu en 6-6 innan seilingar fyrir Sús og þetta er málið, skilur, við erum búin að tala um þetta eiginlega frá bara fyrsta rándinu þeir hafa spilað öll rándin taktíst alveg rosalega vel, þau hafa bara ekki öll fallið með það er bara nákvæmlega ástæðan því að þeir skýrt í stæði til maður. Algjörlega, Icy smá estur þarna hendur sér í spreyið aðeins of snemma en Rex er búin að klíra út B-sætið. Bomban taktfast fyrir aftan hann og hérna gæti Lukkulags verið að fá rosalega mikið en færingu seitt. Einn fyrir einn hana er bara ekki nóg. Núna eru 2 AK-ar komnir, 2 deglur og geti vísu 1 HP en þetta gæti alveg verið nóg fyrir Vega til þess að stela þessu rándi og retakið er að byrja. Það eru þess að með Rex þarna upp í heaven til að tryggja þetta en þessi smók geti gert helling by the way með 1 Tobas 402 núna. Þessi er 1 verður. By the way er að halda inni. Ég held að hann hafi ekki eins og tíma fyrir þetta. Já. Springur, missi vappa en þetta er frábært spar hjá Vega en er það nóg? Þurfa eiginlega senasta rándiðina. Sús eru búin að spila frábæran terráleik. Bara virkilega góðan. Þú horfir á stigatöfluna og þú horfir á hvernig rándin hafa hraðast upp hana. Það virðist eins og Vega hafi haft mikla yfirburði framan af og svo hafði fæst einhver kraftur í Sús. Það er ekki máli. Bara hlutinni bara byrjuð að ganga hjá Sús eða þeir byrjuð að geta klára rándið. Og ég verð, sko, rándið sem að Vírus næri 3K á deglunni, þú veist, við værum að horfa á allt annan leik. Algjörlega. Það er mjög góð punktur. Það ránd var virði 2 og það er alveg bara, þú veist, 8-4 Sús í vil, sko. Já, algjörlega. Ef að restin spilast út en það hefði verið virkilega áhugaverður leikur. Vega aðeins minna upp við veggi núna. Vírus náða að ýta þeim aðeins lengra inn í leikinn en aftur Brian gæti verið í vesinni hérna. M4-in vita á honum á teiningunum og finna Vírus í 5-munni. Æði fallið, bomban er farið niður og það er enginn að koma í bak. Þeir sem að spila overpass vita að það er mjög erfitt að retaka í gennum banka og ruslatununa. Sérstaklega á móti terliðinu svona framalega. Þetta eru mjög þröngar línur sem þú þarft að klíra og það er hægt að skjóta þér frá svo mörgum öðrum línum á meðan þú þarft að klíra þær. En Kitty Disco gerir vel þarna. Sér við leikmanni Sús. 2-2. Það er svo lítið tími, ekkert kit. Þetta verður að stikka. Endar í 1-1 og það er 6-6. 6-6. Mætti halda að þetta væri Dusty á síðast tímabili. Þeir bara tóku hérna alla leikina sín 6-6 í fyrir hálfleik og svo bara lokuðu þeir í seinni hálfleik. Já. En sjáum til hvað Sús geta gert. Hvort að gamla Dusty Junior lið sem fitta í fótspor seniorana. Hvort þetta erfist á milli. Hvort að þetta erfist. En sko, tölum við þessum þetta, Tómi, hvað þarf Vega að gera hérna, þú veist, til þess að keyra hennar leik heim? Pistol unnin leikur. Bara 100%. Í kjölfæri á að vinna pistol þá bara eru þeir að fara að sigla þessu heim bara með eðlilegu defaulti, sækja info á A-inu, vera aggressífir í bæði fountain og í tingi. Heldur þessi að fara að posta bara 7 rándum default á terrhlíðinni bara af pistol? Vega? Já. Ég held að það var satt. Súsmaður, sorry. Nei, Vega, sko. Þá eru þeir vesinni. Það sem ég er að hugsa. Störblindir eru þeir en Kitty Disco með opnun. Pressi snemma í bakhinsvegar og Rex með glæsilegt 2K. Icy heldur lífi, setur ennþá meiri pressu og Toxic einn eftir. Hvað er multifraggið sem að Óli lofað okkur? Pressi í bak. Ætti ekki að vita á honum. Pressi þarf að hitta þessu skoti. Veit núna báða
heldur ekki á bombu, það geti komið í baki á honum, heyrir hann ekki droppið. Heldur hann að við droppa silent? Jú. Doppelpík þarna í hann, pressi og Rex klára þetta 7-6 og Zeus. Já, þetta var nákvæmlega byrjunin sem þið vildu. Það er pistol. Það er pistol. Rexa eiga góðan leik, 15 frökk á honum. Og líka bara, þú veist, pistol eftir að missa mann í entry. Já. Þú veist, þeir vissulega stökku í B. Þannig að þeir voru með Tópas hangandi í Keflavík sem að gerði mikið skada þvert á sætið. En ja, niðurstaðan ekki nú góð hér fyrir Vega. Við sjáum það að það eru keyptar 3 deglur. Það er svolítið mikil fjárfesting. Það er, Lótu 2. já, það er stór fjárfesting en já, á ég að leyfa þetta. Ég er nú þekktur fyrir að dæma þetta alveg vilt og galið. Já, veistu, ég ætla að dæma þetta. Þú þarf bara 2. Jafnvel 1. Þú getur deilt inn á milli leikmanna, sendt bara teimi saman og síðan bara pikka upp degluna. Fær bara skottangtur og derð, næsti pikkar upp. Ég dæmi þetta. Þetta er fordæmt. Ég meina, þú veist, þetta er 14. kall, þetta er mikilvægt stöf í næsta rándi. Já. Og sérstaklega í overpass. Tala nú ekki ef að næsta ránd fer þannig að Vega nær að tryggja sig eitthvað map control og vilja síðan halda upplýsingum á skortum skammti hérna fyrir Zeus. Þarna eru 2 deglur farnar. Já. 1400 kall. Fyrir 20 kúlur. Já. Var ekki svona að kaupa ammo í þessu leik? Hældi því. Tópas með, by the way, 1 degla eftir á Brian og hún er ekki að sigla einu né neinu. Þeir eru bara að gefa þeim pening, Vírus með glokkin mest í að ná frakki og nú horfum við upp á pingu erfitt kaup. En samt sem áður, $4 á Kid Disco. Keypti R8 og deglu áður en hann fjárfestir í AK-unum. En gott og vel. 5 AK-ar og horfðu á utilið. Hver önnar R8 og deglu í lótahús? Þetta er bara síðlust. Það er algjörlega síðlust. Hvaða fleiri pistols er að með? Og sér beltið hérna hjá Rex, hann skilur eftir allt nema grenuna sína uppi. Leikmannunum á A til halds og traust. Þeir eru ekki framalega að halda shortinu Zeus. Þeir eru ekki að berjast þetta í staðinn, þá eru þeir að keyra hérna á playground. Rex tekur skada og bakkar á þessu. Veit ekki að það er bara Vírus. 4 leikmenn Vega hér í kringum B-sætin að gera sér tilbúna til þess að mjaka sér hér inn. Ætli ekki Disco að séð í hendina á. Já, sá hann allavega núna. Stungurinn kemur út, Kid Disco með Tópas. Býð aðeins opnara. Ættu eins og að vita einhver er á tunnum. Þegar þetta lítur svona út, Icy með gott fragg á Kidda. Hvar er refraggið? Icy með annað glæsilegt fragg. Og Toxic er í vesenni. Stendur upp á tunnum og loksins fellur hann 3-3. Toxic. Þetta var glæsilegt fragg og leysir alla pressu. Og talandi pressu, það er pressi einn eftir í heaven. Og Vírus í bakinn, þeir þurfa hann ekki. Það er by the way sem að gerir sér stóran og klárar þetta. En enn og aftur, það er Toxic sem er að bjarga þeim út úr sticky situation. Já, Toxic búin að eiga góðan leik. Svo kannski ekki atkvæða mestur á stigatöflunni en er þarna í 11-11 og þau frögg sem við höfum síðan taka hafa verið þokkalega verðmætt, skilur, eða hafa verið í aðstæðum þar sem það þarf svolítið mæði svolítið á honum og ánægilegt að sjá hann heldur áfram að standa undir bara þeim kröfum sem eru settar á hann sem leikmann hér í efstu deildinni. Og Brian hér leipur í gegnum þetta en Lukkulags býst bara við og rauður freyjar þetta niður, búinn að finna 2 þarna og Rex með annan og þessi sókn hjá Vega er kæfð í fæðingu. Vita af 5. leikmannum í þokkabót, by the way. Það er einum gerum smókin. Ok,
Nægur tími, stórt map. Vissulega, en pressið bara minka. Núna þarf hann að búast við pressunni í bak. Og þetta sem að hoppar skrollhoppið, gamla góða. Og já, pressið gerir sér stóran í myndavélina. Já, gamla góða skrollhoppið maður. Þegar mann bregður. Svona næstu í vandræðilegt og það veit ekki síðaspurningu í borðspili. Þetta vissulega sárt, en getur ekki falið einhvern veginn í gegnum að... Nei, þú getur hérna ekki, þú vinnur það að lýsa því, sko. Ég veit það, sko. Já, þetta slæmt, sko. Þetta var nefnilega ansið slæmt, en já, 9-7 staðan hér og Vega í spari lítur ekki virkilega vel út fyrir Vega, skulum bara segja eins og Tommy. Nei, það bara gerir það heldur betur ekki. Þeir þurftu pistólið til að setja smá pressu strax á SUS og láta stigatöfluna líta aðeins verður út eldur en hún gerir. En 9-7 CT-megin SUS eru flægjandi alla leið í bankan og enn og aftur SUS að ná að minnka mappið. Eitthvað sem að Vega voru ekki nógu duglegir að gera. CT-megin á sér, eiginlega sökum þess að SUS voru mjög duglegir að halda þeim stöðum. Já, við sáum ekki stöðum svona markvissu könnunina á mappinu hjá Vega. Þú veist, þeir voru ekki að ýta á alla punkta. Þarna til dæmis bara soundar Rex eitthvað og ákveður að labba í gegnum allan konna og komin langleiðin í baki. Við svolítið búið að uppgöta hann á þessu tímbúti. Allavega búin að taka damage. Og finna fellu, þannig að núna vita að það liggur á því að fara inn á þennan sæt. Allir meðvitaðir hvað að gerast í þessu leik á þessu mappi. Akkurat núna. Sko, Vega, þetta ekki alveg nóg dýnamist og þegar ég tala dýnamist þá ég að tala það bara ein hlið á árásinni. Þú veist, við sáum í senasta gunnarándi, það var rush B. Við sáum þessu rándi, við erum að fara að enda A. Og síðan ekkert annað á bakveð. Þú veist, það er verið að halda bakinu vissulega, en það er verið að halda bakinu úr það ekki verið að halda tenginu, það er verið að halda bakinu úr klósitum. Hann er að loka alveg öllu spóninu, öllu playgroundinu, allt og kemur í bak. Þetta, þú veist, leið og nærða að minnka óupasmappið sem CT, þá hálfur sigurinn að rándinu bara unninn. Já, og eina rándið sem að Vega hafa tekið þá kom vírus upp A og finnum hann í bak á sama tíma þeir að pressa B, þannig að kannski meiri pressa sem þarf að setja þvert á mappið fyrir Vega. En líka bara, þú veist, eins og í síðasta rándi með þetta play from Rex, það vissu 10 af 10 leikmönnum inn á server þegar þeir var að fara að. Já. Hún voru bara að bíða. Já. Þú veist. Þannig að það var engin óvissa. Vissulega heldur SUS leikmanni niður á B bara på trygginguna, en það vissu 10 af 10 leikmönnum hvað var að fara að gerast. En núna sjáum við að það ekkert snembúið pick í hvora áttina sem Vega að fá tækifæri til þess að vinna sér inn map control. Þeir eiga shortið, þeir eiga fyrir utan monster og þeir eiga playground og fountain og þeir að færa sig hérna uppskaftið til ofan konna. Þannig að sjáum hvort þetta komi til með að hýta í rassinn á SUS að gefa svona mikið eftir snemma. Góða grensur þarna á Icy, en eiga annan leikmann þarna í hotninu. Icy og Lugulax með 2 en Toxic með 2 tilbaka. Brian út úr smóknum, Topaz bregst við. Toxic þar frakk hér en nær því ekki. Bomban liggur 25 sekundur og vírus æðir niður tengið og sjá hvort hann geti ekki búið eitthvað til. Topaz lætur vita af sér, vita ekki, jú, þeir heyrðu í zoominu 15 sekundur. Bomban í eldinum, Preston spilar þetta vel, tryggir lótuna til SUS, 11-7 Tommy. Og það virðist ekkert lát vera á pressunni frá SUS hér, þeir ætla bara að sigla með þetta alla leið í heimahöfn. Pinningurinn, gamli góði á Vega, hérna erfið ákvörðun. Erum við að fara að spara og tryggja á jafntefli því að það langt í jafntefli. Þessar terrlótur kom ekki að sjálfu sér, sko. Alls ekki. Þú getur eiginlega ekki sparað hana, þú þarft að kasta teiningnum
Þú varst að taka mjög hægt round, SUS svona lifðu það, þú veist, ákveðu mjög dýnamíst playið hjá SUS, lágu aftur í þessu roundi. Þannig að hvað gerur núna eða þú ert Vega að mæta svona mismunandi svipum frá SUS, þeir eru búin að púsa konna, þeir eru búin að mæta þið framalega, þeir eru búin að hanga aftarlega, þeir eru búin að fá nokkur auðveld ránd, þannig að reynir að taka eitthvað hátt tempo, eitthvað rush, reynir að leyfa þeim að spila eins og defaultið sitt og sjá síðan hvað gerist, mér sýnist þetta að vera hratt og bara klemma bántinn. Rex með Toxic, með By the Way og Kitty sko fylgir á eftir, reyna að finna en glæsileg grensa og pressi fylgir. Loksins nær Brian einum tilbaka en það kæft niður strax og pressi á skotskónum. 3K á honum, 16 frögg og ráða öllu hér í overpass. Ég meina, Rex þarna kemur bara kallið, ég spila konna þetta ránd og það bara akkurat þetta kall. Ég ætla nú ekki að segja að það sé tilkomi út af því að þeir lásu hvað Vega var að fara að gera. Þetta var bara rétt kall á réttum tíma. Þeir hafa vitað þeir hafa verið lára pening og Rex greinilega líður vel á móti Lo-Fi af því að þetta er 2 ígorundum sem hann spila konna. Þannig að það virðist vera eitthvað sem er í bankanum hjá SUS. Ef þeir halda að hún setja á ígó, þá senda þeir leikmann niður í konna. Spurning hvað að gera hérna í 20. lótu, 12-7. Konur í map point í sínu map picki. By the way, spottar það út og Rex fallinn. Atkvæðamesti leikmanninn á serverunum. Ákveðin blóðtaka fyrir SUS að missa hann. Og ég þokkalega vissum að hann sé með hæðsta RFS-ið á serverunum. Það hlýtur að vera. Hann er búinn að vera atkvæðamikill í lótum sem þeir eru að sigra. Já. Pressið sér að leikmann hoppa við innganginn á blóðstónum. Fyrir aftur kíkið, finnur Kitta Disco en sleppur ekki með lífið. Það er þó yfirtala hér fyrir Vega. Byrjar comebackið hér. Tópa segir nei. Tópa segir aftur nei. Það segir nei, nei. Og náðu ekki að segja nei. En Toxic einn eftir að reyna að bjarga þessu 1-2 og nær hann að bjarga þessu, nei, gerir það ekki, það er Icy sem að klórar þetta heim. Það er 13-7 og sáu ekki til sólar í síðari hálfleik. Og ég verð nú bara að segja, ég sé 100% af hverju þið pikku overpass, þið spiluðu fallegan CS. Það var ekkert allt of flókið en það voru skemmtilega svona smoke flush á B-ið hjá þeim, defaultið mjög solid, góð midround call, frábær midround call actually hjá SUS á meðan við vorum að horfa á Vega sem var ekki alveg, númer 1 kannski ekki alveg nú að heitir og númer 2 þeir bara náðu ekki að fóta sig í overpass. Mér fannst það vera flatur CS hjá Vega. Já. Gæti verið að þeir vantaði yklisinn, sörk. Það gæti bara náttúrulega verið. Þetta var bara svolítið, þú veist, mér fannst þeir svolítið bara flatir á server. Á SUS-liðinni, það lofar rosalega góðu fyrir þetta lið ef að þeir eru hérna í byrjun tímabilsins. Ég held að gefðu þessu liði 1-2 season til þess að spila sig saman í efstu deild og við getum verið að horfa á contendera í framtíðinni. Þú veist, ég held að þeir eru eftir að lenda á virkilega erfiðum leikjum, erfiðari heldur en þessum. Leikjum á móti liðum sem kannski líður betur í overpass, að fara að vera dýnamískir á móti þeim, að fara að pota meira í þá þegar þeir eru á tierliðinni, ekki gefa þeim eins mikið af frumkvæðinu, að fara að vera erfiðari líka bara þegar kemur að aggression á tierliðinni, að fara að spotta ákveðin mynstur. Mér fannst ég strax sjá svona nokkur mynstur það hvernig þeir voru að spila sitt í liðina sína, hvenær þeir voru að taka ákvarðanir og annað, en ef þetta það sem þeir eru í dag, þá held ég að SUS gætu verið ofar en þeir eru á power ranking hjá þér í lok tímabils. MVP í þessu korti? Sko, ég ætla að gefa Rex. Mér fannst Rex spila þennan leik sérstaklega á sétliðinni þar sem þeir voru mjög dóminerandi, réttum maður og réttum stað alltaf.
hann tekur henni hann 2 round, 2 Igor-round sem hann klárar bara með sínu playi og í bæði skiptin það í gegnum Conan. Fyrsta skipti mætir hann þeim í Conanum, í annars skiptið pússar hann í gegnum Conan og lokar á það í bak og svo náttúrulega bara atkvæðamestur á stigatöflunni. Á þeim orðum þá tökum við örlitla pásu og hringjum kannski í sörk og grátbiðum hann að koma í lið, ekki fara fljótt, ég ætla að fara í símann. Já, hann gerir 24.000. Það getur alveg góð standi, sko. Ættir að gæða. Strákar, koma að núna. Nei, bílnúmer, já, það er BLT27. Já. Flott, maður. Ég sagði flott, maður. Já, flott 2 mánuðir. Flott á, takk það. Já, bæ. Come on!
Velkomin aftur, Sörkimurinn. Herri, já, hann bara svaraði neyðarlínunni. Já. Ég sendi út bat-signal. Já. Þetta er svona sörk-signal. Svona sörkmerki skein í norðurljósunum. Já. Það eru geggjur norðurljós víst í kvöld. Já. Mæli með, fólk kikki út eftir síðasinn, jafnvel eftir landsleikin í handbolta. Já, klárum þessa seríu allavega. Ég held að leikurinn klárast undan. Þannig að endilega ekki hætta að horfa á SUS Vega því að uppsett, þú veist, klálega, þú veist, Vega eru sít nummer 2 þegar að síta var í deildina og SUS náttúrulega nýlegar í deildinu, voru í 3. sæti í fyrstu deild. Búin að vinna fyrsta leiki sinn. Þú veist, þetta er alveg stórt að þið taka fyrstu 2 vikurnar. Algjörlega. Búin að fella Þór og Vega, þú veist, þá var spyrmaði sig bara hvað geta þið farið langt. Einmitt. Og þá byrjum við að spyrja spurningana og bara þegar við förum inn í leik með SUS, bara ok, hvað geta þessi strákar gert? En allavega, áður en að þú klárar þinn punkt, við erum farið núk. Já. Og ég hringdi ekki Sörk, það var rafmagnsleysi, allt í góðu, hann kemur inn, það var ringer eða láner sem að kom inn, sem að sjálfsögðu meðlimur í liðinu og Sörk kemur inn. Já, og þarna getum við fengið alveg smá skýringar, skilur við, þú veist, Sörk dættur út nokkru mínútum fyrir leik, by the way, hoppar inn, þú veist, það getur virkilega útskýrt að þeir voru flatir, þeir tapaði þarna mapp-pikkinu hjá SUS, kannski ekki besta mappið þeirra heldur í púlinu, en einmitt, við erum að fara í núk og núk svona, þú veist, það raunverulega prófið fyrir íslensk lið ertu nógu góður eða ekki. Þú veist, ef þú getur unnið þessi lið í núk, þá áttu séns á að vinna seríur, skilur. Af því að núk bara svo mikið spila á Íslandi, það eru allir svo reyndir og reynir þá virkilega á SUS að sýna það, hei, við erum komnir til þess að spila, ef það geta tekið þessa seríu 2-0, Sörk komin aftur inn, vonandi verður ekkert meira rafmagnsvesen eða eitthvað annað hjá honum, þannig að þú komið með fullskipa lið hjá Vega, og allt í einu komin í núk heimavöll okkar Íslandinga. Þetta tíminn til þess að sanna sig. Og ég held að ef að SUS koma inn og bara taka 13-7 leik í núk, þá það bara, hei, athugið ljósið þeirra deildin, takið eftir, við erum komnir. Ef að þeir koma inn, gefa þeim góðan leik, kannski rétt merja þetta eða rétt tapa, ok, já, mjög gott, en ég set miklu meira á það hvernig þessi leikur fer. Þó að þeir tapunum tæft og vinna Anubis, skilur við, þá ég bara, ok, þeir geta haldið í við bestu liðin í núk og eru með stærra mappúla sem þeir geta unnið til að séns á að vinna seríur. En ef þeir grút tapa núk, þá það svona, ok, eru þeir kannski one trick pony og overpass, þú veist, það bara að fara að vera bann núna á mótið þeim, hvað ætla þeir þá að gera? Þannig að þetta verður mjög, upplýsandi mapp. Já, við erum búin að sjá þá spila núk einu sinni. Þeir spilaðu á móti Þór, unnu þá samfærandi 13-9 í núk. Við erum búin að sjá hellinga þessu spilurum líka spila núk. Við erum búin að sjá Topaz, Pressa og Rex og skemmtilegt nokk Rex og Topaz báðir voru í Vega á einhverjum tímabúti. Þannig að þeir vita svona nokkuð veginn hvernig Vega vilja spila þetta, en þetta fer 100%. 1-1, við förum í Anubis. Let's go. Já, ég hlakka til að sjá það. Ég alltaf í liðinu sem vill fá þrjáleiki. Já, bara 100%. Framleiki tímanum okkar saman og svona þá megin. Já, þetta er svo romantískt. Gaman að vera með þér hérna. Já, það er bara speil, sömulegis. Engu klein þessi drengur. Það býtu 50 beint í haus og getið komin aðeins lengra en Icy var að búast við og fellur Rex með tilbaka og hérna getur þetta farið að vera dálítið dýrt. Topaz með tilbaka líka, en það manna fórskot, Vega megin, bara 3 manna fórskot, engin eftir hjá SUS og Vega taka pistol hér á T-hliðinni, annað CT-sided map, þannig að pistol á T-hliðinni sérstaklega gott fyrir Vega. Ég að fá fregnir í eyrað allavega að það er komin hálfleikur í hinu leiknum. 14 staðan þar, Ísland, Ungverjaland. Þeir eru
erum aldrei Íslendingar, þú veist, þannig að það er fínt að gefa svona fregnir. Já. Ég er svona, ég var með fólk að fara að horfa á hann á oddinu, þannig að Disco með opnið þarna, Vírus, Kitty Disco, Brian, en Topaz var þarna 2 búin að falla ekki fleiri og þá var fjárfest inn í þetta ránd að einhverju leyti frá SUS og skilaði sér í 2 fellum en kannski ekki eins mikið þeir hefðu viljað sjá. Já, þegar þú ert að fjárfesta eins og rándum, vissulega þá leitaru alltaf að sigrinum í rándinu, vissulega. En síðan meir, ef þú veist átt að fara að tapa lótunni, þá viltu allavega meiri hluti falli. Þannig að þú þarft að krefja 1 leikmann eða fleiri að kaupa allt upp og ekki fá gefið. Þannig að þeir misfórst það örlítið og uppskera þá, þeir fá bara inniröss í fésið og það ætti að falla þægilega til Vega, svona miðað við jútfélagi allavega og hvernig staðan er núna. Vírus móla pressa, Brian kom með Topaz og Rex 1 eftir á 10 HP. Hann keypti Digl og Armor, það ekki? Það getur ekki verið að hann keypti Armor, jú, mögulega. Hann har bara $4. Jú, mögulega. Getur verið, mér fannst ég sá allan að Digl og Armor merkið, en gott og vel, fyrsta kauprándið. Mjög snöggt 3-0 hérna hjá Vega á T-hliðinni. Já. Þannig að núna mæðir á SUS að láta þessi kaup telja. Algjörlega, gæti ekki verið meira sammála og ef að Vega ætla að halda þessu tempói, það hræðir lið. Hátt tempó og nærði ekki að höndla, það er skeri. Þetta var dálítið svipað og við sáum í söguleiknum þegar Skún var sendur einninn með Mach 10 fjall. Ég skil ekki þetta play. Nei, ekki heldur rauninni, en þú veist, á bakvið þetta, það var engin mollin í gul, þú veist, sýndist mér allavega, hann komst þarna óhultur. Hann var ekki, sko, Topaz var of upptekinn að koma sig upp á gula með mollan í gangi. Þetta Topaz, geta droppað, skemmtilegt play, en enda inn í viðbyggingu. Stundum bara hittir maður ekki gatið, Tómi. Það er bara nákvæmlega þannig. Það er bara þannig. Þess að það á ekki börn. Sörk þarna alveg ótengt trivia líkar munin. Algjörlega ótengt trivia, ég bara veit það. Toxic er að labba hér inn, finnur mollan í Heaven, losa sig við pressuna frá pressa á vappanum. Þá kemur góð grena þarna á Topaz, tekur hann langt niður en það er samt ekki nóg til þess að finna frakkið. Mörg skotmörkana. Aðeins og mörg skotmörk, bara stálstu orðin úr haustum mínum, Tómi. Svona, við erum búin að lýsa nóg mikið saman ára við byrja að klára okkar setningar. Já! Hamborgara. Hamborgara. Já, SUS, þeir klóri bakkarana, láta kaupið virka og enda með 3 á lífi, þannig að bankinn byrjar að braggast að einhverju leyti. Munum samt mögulega vera að gjalda fyrir syndirnar frá Rex þarna að kaupa Digl og Armor eitthvað inn í leikinn ef þetta ætlar að vera svona tætt. En það er aftur kaup líka Vega megin. Vappi komin á Vírus, pressið á móti Vírus hér. Við erum ekki að sjá þessa hefðbundnu smóka úti, Navi smókana eða þessa default smóka sem að voru upprunalegu smókatir þarna upp við rauða. En pikkið hins vegar kemur til Vega, smókur í viðbygginguna, Lukkulags tekur ákvörðun og hann ætlar að vera inn í viðbyggingu, bíður eftir að fá okkur kontaktat Sörk í lörki. Sörk í lörki og ég veit ekki hvort að það sé bara Sem er góð ákvörðun. Þetta er mjög góð ákvörðun að pússa inn í trófí. Hann veit að Sörk er low, hann veit ekki hversu margir eru þar, en hann gerir sér risastóra. Engin bomba á honum og núna vita þeir Rex. Rex með 2, Vírus, klikkar á einu skoti þarna, vita hvar báði leikmennir eru niður komnir, einn í viðbyggingu og annar inn í lobby, Rex gerir sér stóran, Molly í viðbyggingu. Icy komin lágt. Þetta er svo dýrt að klúðra þessum skotum hjá Vírus. Já, vel spilað þarna og allt á bakinu á þessari pressu sem kemur frá Icy og
hún, þú veist, það mjög lógískt fyrir hann að fara þarna inn á þessu tímapunkti. Þeir vita það búin að missa úti, þeir eru með viðbyggingu smókaða, þeir gætu verið að horfa á menn koma í hell og þá verður þú bara að taka séns, þú verður bara að fara að leita að einhverju og Icy finnur þarna opinn gang sem að kemur honum alla leið hjá sjálfsölunum og næra pikka Sörk og síðan meir vera vel staðsettur í rítekið. Náttúrulega erfitt ef hann úti líka, þá eru þeir báðir mólaðir út þarna og hlutinni verða flóknari. Ég hrifin að samt að sko í kringum allt þetta play, í kringum hvað Rex að gera, hann ekki tilbúinn að leyfa leiknum að koma til sín. Hann ætlar að grípa leikinn með báðum höndum og stjórna eins tempóinu. Þetta mjög skemmtilegt. Þetta bara góð viðbrögð við sko spil, taktík andstæðingsins og þú ert að bregðast við henni í rauntíma. Já. Þú veist, og bara raunveruleiki leiksins. Það er svo þægilegt að bara, ég hangi bara á rampinum og ég veit að rampurinn er lokaður. En áhrifin af því, á móti því að ná að loka lobby líka, það er bara svo miklu stærra. Á því Icy fær pressu og bakkar það niður. Vappi kom í backup, M4 með honum, geta skotið sér leið inn í hellið og eru komnir góða leið á því. Rex ennþá lífi hins vegar, takkaður vel niður. Icy spilar í Astralis nær tveim. Stúrtan á tveimur þarna, Sörk samt búinn að bæta við öðrum leikmanni hér. Toxic opnaði reiknum í frábæru skoti. Flott trade þarna frá Topaz. Bombunni, opna, doppul. Skiptir byss. Hann hlýtur að hafa séð Brian þarna. Ég held ekki. Þetta var dýrst Rex með frag. Brian einn eftir, en Rex risastór. Og hann heldur upptöngum hætti eins og hann var í overpass. Já, og bara virkilega snirtileg skotana hjá Rex til þess að klára lotuna. Lári í þokkabót var í hellinu, takkaður vel niður, var klárlega, hefði ekki það fallið hann í hellinu og þá hefði rándið breyst. Já. Konum með góðan lossbónus, náðu planti, réttlæta kaup. Icy byrjar að spila rampinn, spilaði inni þegar hann var í Dusty, upp á hött. Icy spilaði bara, þú veist, Peter, ramp þarna. Bara að taka fyrsta kontakt og droppa. Já, það er bara, ég verið það. Mér fannst Pressi full aggressífur að fara, þú veist, inn og taka píkið úr hell, vitandi það að það eru 5 manns að storma það með pislur, þannig að það er svona hálfkaup, þannig að það hefði getið verið vesens. Gerir þetta svo vel. Hann er búinn að ná 2 fröggum að það niðri, búinn að fá rótiti frá Icy. Icy vissulega fellir hann hér en núna vita hvað senasti leikmanninn er. Geta planta bara uppi, þægilegir. Móla rampinn, móla heaven, halda venti og það gerist ekki neitt. Icy gæti meira að segja haldi hérna byssu en þá ætti hann að labba í Kitta Disco. Hann er að fá eirað á Kitta Disco og silfur fatið hana. Tvíbakka og fara á rampinn, halda vandalega fyrir aftan rauða. Grensa upp í heaven, engi séns á teknir og eins og við sjáum bersinlega þá er Icy ekki reynin neitt ninja en fjórða landið komið til veka eftir, já þeir hækkuðu bara tempóð og settu bestu fraggarana sína í stöðu, Sörk og Brian. Já, við viljum tala áhrif, Sörk er 11-4, Tommy. Já. Það er leikmaður sem er vantað í síðasta leik. Það er vissulega sko í 7 lotum og þá er það ekki hérna, hvað getur sagt, svona áhrif sem að þú getur bara bursta til hliðar. Ofan á það, hann er eins og sérð bara á vefmyndavélinni, munnurinn er á fullu. Hann er að stýra liðinu sínu. Þetta eru impact frögg. Þetta eru impact frögg og ygl.
maður sem að hatar að tapa en Pressi ekki eiga besta leikinn, að taka einn upp á gáminum en Toxic sendir henni í 0-7. Mér finnst við vera að sjá meira af þessu, þú veist, ég ungur og spenntur og langar að fara í fæta mistökum í þessu mappi heldur en við sáum í Overpass úr SUS. Já, eins og þau voru bara mjög stóískir í Overpass, vissu 100% hvað þau vildi gera en það einfallega auðveldara fyrir Vega að halda bakinu sín og halda þessum stöðum sem það vilja íta á eins og við sáum Rex ítin í gula og það var bara verið að halda því í síðasta nándi. Eins verið að leika sér þarna. Sörk í klassískri roppstöðu þarna. Inn í terrellinu, Lukkulags með rífrakið, vita þá hvar hann niður kominn og komið AK í hendunar. Toxic leitar hann uppi og Kitty Disco líka. Vil ekki senda hann tilbaka með hann AK og fær það ekki. Rex og Diklun einn eftir ætti að geta náð planti hér. Hvar bomban? Þarna er hún. Futtinn. Og Rex hann veit að þetta ránd búið, hann bara að leita mögulega einhverjum. En ég sýnist sem svo að það sé lítið að fara að koma til hans þarna. Það var fjárfestingi í þessu róndi. Rex á $450 eftir með Diglu Armor. Það ekkert að því að halda því. Nei, og bara áfram heldur þetta hjá Vega. Ég meina þeir fara þarna hratt í 3-0, SUS svara og svo núna strengja Vega menn saman 2 lotum aftur. Og þetta bara svona, þú veist, það mjög fljótt að fjara undan leiknum hjá þér í núk þegar þetta staðan á City-hliðinni hjá þér. Þú ert að fara að horfa upp á Spar ef þú ert SUS akkurat núna. Ef þú kaupir þá ert að taka eitthvað rosalegt fors og átt voða lítið stöff og ert sennilega á litlum vopnum. Og þú vilt ekkert endilega vera að fara inn í seinni hálfleikinn horfandi á 8-4 stigatöfla. Nei, bara alls ekki. En það gæti verið nákvæmlega það sem að gerist hér. SUS eiga eina Diglu og Armor, restin 5-7 uspur, eitthvað svoleiðis. Þurfa nauðsynlega að stoppa blæðinguna strax eftir þetta ránd. Ef að skikkinni að þeir ná ekki að landa henni. Peningurinn Vega megin orðin svona þokkalega nógu góður til þess að geta keypt út eftir þetta ránd. Inniröss, Toxic með molla í trófi. Ættan á planti, Sörk með Rex úti, restin í trófi. Já, Vírus að halda fyrir línu, hann að komast á því að það fleiri en einn, tekur collateral þarna. Já, Vírus vill koma sér inn í leikinn, almennilega. Og með 5-7 þá krækir hann í 4K sitt. Kitty Disco vildi svo mikið á þessu senasta frakki. En Vírus brosiði bara af sér. 9-3 á Vírus akkurat núna og það fínt að fá vappan aðeins í gang hjá Vírus. Það var ekki að hitta skotunum sínum og það lagt aldrei inn í byrjunir á núk. Sáum það í klötsrándinu 1v3 sem hann lenti í. Já, 9-3 á honum, samt sem áður, akkurat núna, ég meina, ótrúlega að hann bara búinn að falla í 3 lotum og það eru 3 sigur lotur SUS, þannig að... Bítu, Pressi kemur sér í góða stöðu og nær opnun. Eftir að stundum kemst tilbaka úr henni, það nei, Vírus búinn að finna Lukkulags líka. Topaz búinn að svara hérna inni, það eru 3-2 hér, Vega í vil, Icy og Topaz til varnar. Icy upp í heaven og enginn til að mæta þeim hér niðri. Hurð opnuð og ætti hann á planti, mollin góður, Topaz ætti ekki að fara þarna onni, þannig að þeir spara sér smá tíma. Icy ætti að koma í tíð og plantið kemur hérna niður. Icy ekki ennþá viss, Brian komið Topaz, Icy heldur. Það ætti ekki að gera neitt annað. Engin kit. Ekkert kit, 1-3, veist ekki hvar leikmennir eru niðurkomnir, ekki með stöðu til þess að gera neitt. Það alltaf vappa. Það bara geggjað. Gæti verið stórt. Og við erum að tala 7-3 hér, Vega í vil, 2 lotur eftir í hálfleiknum og núna fer ákvörðunin að koma hjá SUS.
Ætlum við að forsa út eða ætlum við að spara eitt og reyna að tryggja okkur 4. lótuna? Heyrðu nú mig. Þetta er mjög fallegu gripur að eiga. Skemmtilegt að fá svona show and tell í vefmyndarinnar. Það er skemmtilegt að fá að heyra hvar Icy fékk þetta. Ég fá svona fólk að sína gæludýrin sín og svona. Það er gaman. Ég myndi sína kettina mína og þetta hata að vera í myndaður. Það er hann mál. Veka með mikla yfirbyrði hér, Tommy. Já, 7-3 og við sjáum þá bara svona nákvæmlega hvað jarðítan sem Veka geta gert í sínu besta mappi. Og með sitt besta line-up. Og vissulega. Topaz grillar lukkulags. Já, ég held að hann hafi nú bara gert ekkert rosalega mikið á skaðanum, sko. Vissulega. Sörk. Lukkulags líka átti að hitta á gula. Já. Svona ef við ætlum að fara út í þá sálma. En 4-3 hér. Það rofar til hjá SUSE. Möguleiki ef þið vinna þetta að koma þessi 7-5. Stöðva blæðinguna örlítið. Lörksmókur út ískur en Topaz að fylgjast með því. Það annar leikmaður póstaður á gula en þetta veikir útivörnina og Veka vita það. Rex í vörninni hérna í secretinu. Gerir vel, gerir skaða. Og Utili kastaði áttina honum. Vappi upp í heaven en þeir alltaf komið hérna viðbingu eða hvað? Nei. Toxic. Tekur mikinn skaða þarna. Icy komin í hjálpina. 2-4 hér, báðir stærðir. 25 sekundur eftir. Erum við bombu? Þeir verða að fara niður og rotate getur komið. Það er komið í double. Restin í þokkabót. Þetta verður erfitt. Bomba komið niður og það allan að peningurinn í bankan fyrir Veka. Ekki það að Veka hafi verið í miklu fjárhagsvandræði fyrir vel kaup hér í síðustu lóti. Þetta að rænt þennan banka í óvís. Já, sér það 9.000 á Toxic. En það að rofa til hjá SUSE. Já, náða það einu tilbaka. 12. lóta hefjast hins vegar núna. Mér finnst svolítið eins og SUSE að gjalda dýruverði fyrir ákvörðuna að kaupa í rándi 2 og reyna að stakka allir. Já. Veist, mér finnst það að vera svona þokkalega low prósentu play af því að þú ert með verri vopnuna heldur en anstæðingurinn og hérna, þú veist, ef þú hittir á það þeir eru allir að fara úti og þannig það að koma þeim óvart og virkar það. Þá þarf Rex líka að vera að hitta svona skotum. Rex á skotskonum. Loksins fellur hann fyrir Kidda Disco. En það búið að gera mikinn skaða á leikmenn Veka. Icy komin í rotatið upp í heaven. Það hefði vitað hann aðeins af sér. Sörk með vappan. Kidda Disco mjög duglegur að lappa þennan hring. Spurning hvort að Icy búist við honum. Nei, hann að horfa allt annað. Kemst upp í heaven. Það ekkert Util til að íta honum þar út. Þeir eru 2 á gólfinu. Einn á öfuga defaultinu og hinn á spike-ventinu. Toxic lætur heyra í sér þarna. Þetta held ég 3. rándið þar sem að SUSE missa leikmann í hell. Þurfa að klíra Topaz, verða að klíra Topaz og það ekki gert. Topaz með 2K og 5-7 niðurstaðan hér í fyrri hálfleik en það verður að segjast að Veka að fara hamförum hérna termegin. Já, alls ekki sjálfgefið að Topaz vinni þetta ránd. Bara réttum maður og réttum stað. Byggust alls ekki við honum á spækarna, búin að reynsa út 2 leikmenn uppi og
og kannski óeðlilegt að búast við þessu allir stakkaðir inn á A-stættunum. Þannig að vel spilað hjá Topaz, þolinmótt play, en núna þurfa Súsmenn samt að stimpla sig inn í þennan terrorhálfleik snemma, helst að vinna pistól, af því að Vega fengu 3 lotur út úr þessu pistólrándi og það getur bara verið munur á milli þess að sigra leikinn eða tapa. Já. Þannig að Sús mæði mikið á þeim akkurat núna. Möllesmókur og Sörk íti sinni viðbyggingu, komsar að þeir eru nokkrir úti, Vírus fyrir nokkuð skot, gefa þeim hellið, engin fallin hér. Vírus eins og hann að gera sér stóralandi upp í heaven. Bakka í kjölfar að þú gefa þeim rampin, Toxic í brasi. Hann að spila og satt hundur og saman. Hvernig hann næri einhvern veginn að halda sér á lífi og Vírus finnur 2 í backupinu. Gerast? Þeir verða að ná þessu fraggi. Þeir eru 4 að koma núna. Já, og þeir eru bara búin að vinna. Þetta verður að segja, þetta var bara klaufalegt að ná ekki fraggina á Toxicana á rampinum. Leið og Toxic fallinn, þá geta þeir bara bakka niður, ekkert vesen. Þeir geta ekki hlaupið niður þannig að ef Toxic stendur bara á kassanum. Mjög varst mistök að hann var að standa þarna, en það spilaðist bara á versta veg fyrir Sús. Bara allan daginn og Toxic gerir alveg virkilega vel að hann truflar þá líka nógu mikið, stelur nógu mikið að tíma frá þeim að það tefur það að bomban komist niður og tala nú ekki það að hann gefur Vírus tíman til þess að færa sig í vörnina og finna 2. Þannig að Force. Virkilega stórt play þarna. Force kemur inn. Og þessi árásargirni í Vírus gengur ekki upp í þetta sinn. Klíri át lobbyið. Búin að róta þetta einu niður. Það Sörk með M4 í höndunum. Eiga besta leikinn hingað til. Og verður að sjá hvað Vegamenn gera þetta. Þeir eru með leikmann upp á silo, sjá ekkert úti. Hvað þá kallið? Eru þeir komnir niður? Eru þeir komnir hell? Ég veit að þeim niður núna Fræjón með 1-10. Vita þeim núna með við biskunar. Fræjón nær einum. Toxic komin í hjálpina. 1 single. Hvar finnur 2 og Disco komin í T í rotatið og Diffuse kemur inn. Plantið kemur inn sér Óli. Plantið kemur og þeir fella 4 leikmenn Vega, þannig að þeir hafa neikvæð áhrif á efnahægni og Vega halda honum niðri og það er aftur keift. Og þetta er svona, þú veist, miða við það að þú vannst hvorki pistólni round nummer 2, að þá er þetta samt einhvern veginn eina af bestu stöðunum fyrir Sús til þess að vera í, af því að efnahægni og Vega er svona brotektur. Þeir eiga möguleika á að taka 2 tilbaka ef þeir vinna þetta round og þá þurfa þeir að láta þessar byssur skipta sköpum og þú sér það er ekkert stöf, það er 1 blast á Topaz og pressi er strax fallinn. Toxic þarna fær aðstoð frá liðsfélaginu sínum og bara einfallega vinnur þennan fight á móti flössum anstæðing. Rex veit að einhverjum á Kenny Sörk. Aðeins heitari akkurat núna. Lukkulags upp á viðbyggingu, búið að láta vita hvar hann er niður kominn. 2 opnanir fyrir Vega. Toxic fyrir enga línu, ekki búin að bakka niður, allar að taka fightinn aðeins lengur. Brian kom með Lukkulags. Toxic með Topaz og Icy, 1 eftir. Brian kíkir í hellið. Og Icy, hann er að gera smá efnaðslegan skaða en hann er ekki 3. leikmannur niður þarna. Þannig að pressan heldur áfram á Sús og peningurinn minni og minni. Peningurinn minni og minni, fjöldi ránda sem að Vega þarf til þess að vinna leikinn fyrir minkandi líka. Og 10-5 er staðan. Vega búin að sýna algjöra yfirburði. Þetta er bara eins og allt annað lið, Tommy. Já. Þetta er bara eins og allt annað lið.
Ég var að horfa á eitthvað random lobby bara í overpass og núna er ég komið með vegalið. Já. Ræjón tekinn við rampinum með autosökkun. Underhandaði smók úti. En þeir eru spottaðir og takkaðir örlítið niður. Þannig að Rotate komið, Toxic komið niður. Inni króaðir. En það kemur ekki sög, Lukkulax með opnun, Vírus með 1 tilbaka en Rex og Icy með 2. Kid Disco og Sörk núna 1-2 eftir til að bjarga þessu rándi en vel staðsettir. Búast væntanlega ekki við Sörk svona snögt í bakið eða hvað, sérstaklega ekki það sem að Lukkulax er búinn að valda núna vendið. En Icy er í góðri stöðu til að taka mótin stendur ofan á control-panelinum. Frábært skot hjá Sörk. Núna 1-3. Það er risastórt verkefni framundan og hann segir, já, ég vil ekki bara chilla. Alveg sniðugt að spara hér ef hann kemst upp með 16 líf þar að koma sér svolítið langt frá sprengjunni. Hann ætlar að falla með sprengjunni. Það er einum og já, með því einum öðrum og skilur einungis 1 riffil eftir á lífi. Já, það bil eins gott og það verður fyrir Vega ef þeir vinna ekki rándið. Topaz droppa byssu þarna og við sjáum peningurinn ekki frábær súsmegin. Þeir eru brothættir. Og Vega þá líka bara einni lotu frá því að koma sér 12. Já. Eða allavega að koma sér langleiðin í 12, skulum við segja. Hvað þessi hero-appi sé að gera á kortinu akkurat núna. Sörk. Rétt sleppurinn í smókið, þannig að ég veit ekki hvort að Lukkulax hafi séðan. Glæpsamlegt að komast upp með eitthvað svona Sörk nær einum. Sá hann svo sannarlega ekki. Vírus í réttri stöðu. En aha! Nei, þetta er svo slæmt. Þetta er í annað skipti í þessari seríu sem að Vírus tekur 2 með einu skoti á vappanum. Ég ætla að segja one and done, en þegar þú tekur 2 einu skoti þá er þetta svo sannlega ekki one and done. Æjæjæj, Dios mío. Ræjón búinn að koma sér í frábæra stöðu. Autosökkurinn syngur. Eins og einn maður sagði 2 eða þú ert eitthvað. Náðu bara einu. 3 á móti einum. Icy með bombu í bakinu. En Kid Disco beint í haus og 11. rándið komið í höfn. Komið í höfn og engin peningur, eða lítill peningur úr að móða á hlið Sús hér. Þetta er svona, þú veist, það er líka svona ákveðið statement sko fyrir Vega, vinna 13-6. Þeir töpuðu 13-7 sko. Já. Þannig að það er sennilega einhvers staðar aftast í huganum að það væri nú gaman að rústa þeim aðeins meira en þeir rústuðu okkur í síðasta mappi. Það er alltaf einhver svona keppni í gangi. Það verður bara að segjast. Og þetta er eitthvað svona, já, púsla saman kaup hér hjá Sús. Það er 1 Digla, 1 Makka, 1 Galil og 1 AK og við vitum ekki ennþá hvað pressi ætlar að fara í. Kannski verða bara MP5 eins og við sáum vargin á hér. Það er endarlega geggjuð byssa. Ég ætla að byrja að kalla hann varg aftur. Já. Ég er búinn að taka bara ákvörðun. Það fær ekki að breyta Nick. Nei. En leikar halda áfram. 11-6, Vega í vil. Slæmt kaupi svo bentir á mögulega en hraðara tempo og já, hann virðist vera Toxic, tekur hann góðan skaða. Rex með mjög gott pláss þarna inn í ískur. Nú fyrir 1, Rex með opnun, finnur annan. Það er Kid Disco og Toxic sem eru fallnir og þá streymir lið Sús inn á A-sætin, pressi með plantið. Enginn til þess að skora á hann í því. Vírus er að fara að róta þetta upp vendið með vappa.
hann ekki eins og með kit til að leika það sem að Furious gerði hérna árið. En bakkur á þessari stöðu, Brian kominn á spónið sjálfur, 11 HP á honum. Og það bara nákvæmlega rétt ákvörðun og sér það að peningurinn tæpur þarna hjá þeim. Ná að spara 2 byssur og slatt af stöffi, þannig að það eru ódýrt fyrir þá að kaupa sig upp aftur í næsta rándi. En SUS framlengja, fá sér gálgafrest, skulum við segja. Já, 11-7. Lítill peningur á eftirlifandi leikmönnum, eða leikmönnum sem lifðu ekki af í seinasta rándi og Vega gætu fengið droppirna Kiddi sko með MP9 en það ekkert svakalegu peningur í boði en Toxic þarf að sætta sig við Deglu, restin á MP9 og M4. Vega annars séns. Já, stóra prikki í höndum á Vírus sem reyða frábæran leikir, 19-8, Sörk líka 20-11, þetta eru áhrif sem að maður vill sjá en á server að maður Vega. Vírus með pressa og það búið að taka Topaz vel niður. Rex á skotskónum. Það verður að segjast. Molly í vendið, rótið kemur ekki þaðan. Toxic hins vegar komið digluna sína nær einum. Hvaða kúlur eru í hans vopni? Ég vil sé hana bíómyndina Wanted. Ég var að hugsa, hvað í gangi? Hann hérna Angelina Jolie. Kurva kúlunum. Toxic Angelina Jolie? Já. Æjæjæj. Icy aftan á Silo. Nær einum. Topaz inn í control. Þurfa að klíra það út. Sörk með 1 og Brian með Topaz. Topaz lár og 12. rándið komið í höfn fyrir Vega. Icy verður bara að spila meiri tíma þarna, Tommy. Hann verður bara ekki að fara í píkina. Hann verður að leyfa þeim að pressa sig til þess að Topaz geti virkjast. Já. Þeir þurfa að búast við honum þarna allan tíman. Þetta var svona, jú, þetta er alltaf sama spurningin. Á ég að kíkja, á ég ekki að kíkja, á ég að fela mig, hvað á ég að gera? En þeir eru með nákvæmlega þetta setup. Þegar leikmaður liðsfélaginn að spila í hotninu inn í Toxic. Low. Inn í radio eða control room eða control. Já, bara low. Low. Þá verður þú bara að reyna að taka eins og mikið tíma og athygli og möguleika. Já, ég er bara sammála því. Tæft var það og virkilega vel úr þessu leyst hjá Vega. Brian með frábært skot þarna á Topaz inn í control. SUS var að gera sér stóra hérna í seinustu rándum. Sörk kominn á réttan stað samt til að finna Rex. Já, hann er að fara að mæta dósa opnaranum mikla. Þannig í þessari seríu hefur Rex búin að vera algjörlega frábæri að finna opnarnir fyrir SUS. Toxic ætti að vera fallin. Já, spilar þetta passíft. Segi ég. Og núna er hann fallin, en Sörk heldur samt stjórn þarna á göngunum. Það er ekki komin leikmaður inn í gegnum Secret og það skiptir bara máli. Sörk loksins feldur og Rex komið Vírus, þannig að þetta er farið til fjandans strax hérna í retakinu. Kiddi sko skítlár og lukkulags klárar hann. Brian einn eftir. Kominn samt í stöðu. Já. Það var núna, SUS, klór í bakkan, Tommy. Já, heldur betur og skemmtilega lotur. Spar hérna hjá Vega. Þetta er eitt gamalt og gott Atlantic plan. Koma blikk í Secretið og hann finnur eitthvað og fara rampinn. Já. Það er klassík. En sko, skjóðskipastuður í lofti og allt það. SUS að sína að þeir eru ekki komnir inn á server til að láta valta yfir sig. Strax búin að bæta skorið sitt aðeins með í hvað stemdi hérna áðan. Pressi að eiga mjög erfiðan leik. Þeir eiga hann algjörlega inni líka. 4-17 á honum. Já, þetta er búið að vera svolítið Rex að leiða. Já, liðið. Bara algjörlega í þessum 2 lótum allavega. Og já, hann er líka
hann og Icy eru svona hæðstir í fyrstu deildinni í stöðsunum fyrir þá Dusty Junior sem varð að SUS. Langar svo að kalla á Zeus. Alltaf, ég hugsaði þetta alltaf. Alveg geggjaður topplinir sem að var hjá T1. Getið Disco sér Vrex þarna úti, Vrex komin á vappan. Já. Það er að skipta aðeins hlutverk hér. Hægt ránd, mjög hægt ránd, eiginlega of hægt ránd. Það er eins og SUS sé að búast við einhverju pússi. Vega eru búin að stakka niðri allavega. Þeir eru með gott setup til að taka með því. Sérstaklega Toxic á rampinum og síðan 3 niðri. Disco 1 inni. SUS er alltaf að búast við því að einhver sé að fara að pússa. Já, við lesum bara í efnahæginn og af hverju að taka einhverja sensa, sérstaklega þegar þú ert með bakið upp í vegg, vilt ekki tapa leiknum á einhverju spari af því að þú varst óþolinmóður. En núna eru komin inn á gólf og það er ekki búið að gerast, en þá byrja leikmenn Vega að falla hér eins og flugur. Icy með 2, Vrex með 1. Og það er Brian Kitty Disco eftir, leiðir til mig, það er bara Brian eftir. Icy bætir hér í reikninginu á sér. En Brian er búinn að finna Rex. Stressi. We take those. Þrjú ránd til að loka þessu og það er keypt hér Alveg vappi, Autosökun og Vírus, MP9 og Toxic sem er á rampinum og þurfa að gera sér stóra hérna. Fyrir örskömmu síðan þá leit það svo vel út, við vorum að tala kannski er að fara að loka þessu með stærri mun heldur en að þeir töpuðu í overpass. Við erum að sjá að SUS er að gera tilkall að jafntefli hérna á overtime. Já, sína hér andlega þrautseigju og siglu. Flassi verið gott. Toxic étur það ekki. Jú, gerir það, staurblindur, bakkar þetta niður. Eignast rampinn, Pressi komið línu í hellið. Toxic ætlar að spila þetta aggressíft út af því að Sörk er kominn í góða stöðu hinum meginn í tíinu fyrir hann. Það er í rauninni frábært fyrir Vega hér ef það er ákveða að fara niður rampinn. Rex reynir að koma sér inn main en er bundinn þar að leikmannum fá gula. Vírus er með skjóluna í vendinu og hann hoppar út og það er þá bara Pressi einn eftir á móti 5 og Vírus reynir að hnífa hann til að klára þetta en það er fellur ekki hans hlut að klára þetta en Vega loka Núk sigra sitt map pick þó að það hafi verið aðeins þrengra hérna á milli liða minna á munur hérna en við hefum búist við miðbik leiksins. Já. 2 lotur hér og þar svo sem ekki eitthvað aðkallandi og við erum ekki fara að lonsa einhverju distress call akkurat núna fyrir Vega og þeir ná að klára leikinn vissulega með samfærandi senustu lotu þarna. Voru í bílstjórasætinu allan tíman. Já, ég myndi segja það og hérna, ég meina 13-9 förum aftur í hvað ef leikinn okkar hvað ef SUS spara í öðru rándi og fá kaup í þriðja rándi en tap ekki þarna 3 rándum. Það ertu strax komin í allt í 12-10, þú veist, það getur haft mikil áhrif. Ég er svona, þú veist, heilt yfir með hans SUS spila þetta map bara ágætlega en mér fannst samt alveg markverður munur á þeim í Núk og í hérna Overpass. Mér fannst líka bara mjög markverður munur á Vega-liðinu. Greinilega miklu meiri þægindi í liðinu að vera með Sörkin og Server. Greinilegt að hann talar mikið og stýrir liðinu og er að koma með fullt af köllum. Og við kannski vanmetum það smá hvað það gefur bara leikmönnum mikið frelsi til að einbeita sér að því hvað er á skjánum þeirra.
leið og mistir þessa rödd út og allt í þarf að fara að hugsa, ok, hvað ætla ég að gera núna? Og það bara auka millisekundur og auka álag á heilan sem bara ekkert alltaf auðvelt að díla við, sérstaklega þú ert að mæta á móti liði eins og SUS sem spiluðu bara óuppass mun betur heldur en við kannski hefðum gefið þeim kredit fyrir farandi inn í leikinn. Akkurat og það mjög sjaldgæft að lenda á leikmanni eins og Sörk því að hann búinn að þróast núna í bara þrusu góðan in-game-líder sem að næra stjórna liðinu sínu bara par excellence sem að virka líka eins og svona playmaker og við sáum það ítrekkað og ég meina Gaurin getur skotið frá sér, það verður að viðurkennast og ég held að við erum ábyggilega sammála MVP í þessu mappi. Sörk. Nákvæmlega, það nákvæmlega hannig. Ég meina, þú mætir ekkert bara eitthvað eftir rafmagnsleysi og droppar 24 fellum eða hvað það og yglar og bara ert ekki MVP, sko. Fyrsta lota, fyrsta skot, beint í haus með P250. Það gerist ekki betra. Ég komin! Bara anskoting, gáttu við ekki fengið bæðu og ég bara í núk, eða? Það bara eitthvað, helvið, Sörkum mættur aftur. Síðan, núna eftir örskamastund, þá erum við að fara að fá í fyrsta skipti í útsendingu, síðan það fór út Anubis. Ég alltaf spennt fyrir því. Það verður að segjast. Laka til, ég veit okkur spennt fyrir því. Já, góðar ándur, það vegna þess að ég fekk einu sinni bók sem var forn Egyptaland. Eftir örskamastund þá Óli að fara að segja okkur allt það hvernig ég fekk hana í jólagjöf fyrir mörgum árum síðan. En endilega túnið inn á Ísland, Ungverjaland á meðan við förum í örstutta pásu, ekki fyrir langt. Já, bíllinn nýlega búinn í gang, það 2 eftir áferðinni og hann alltaf farið til hekki og allt sem hann okkur. Og hann líka nýlega yfirfarinn og skiptum olíu og skiptum allt í bremsu. Fyrst að posta allt. Nei, þú þarf ekki að pæla í því, við sjáum allt fyrir alveg frá aðtölu. Nei, þú dauður maður! Þú þessi bissan fyrir að stóma ég! Nei, hann sé dauður, sko! Hann rauður, hann segir hann rauður. Þetta kollegi minn, hann tala um ekkert rauðan bíl. Nei, á klukka 3 mánudag. Það ekki vandamáli. Ég passa mér yfir. Come on!
Velkomin aftur 1-1 sería og við fáum jafnan leik hérna í útsendingu númer 2 hjá okkur allavega. Umferð númer 2 hófst í kvöld og ég ætla að minna allavega á það að IA Saga á fimmtudaginn. Fleiri leikir sem verða spilaðir eru Hyper Dusty og Þór KBJ verður á föstudaginn. Mér skjátt það ekki, þá Hyper Dusty í kvöld, hvort sé búin ekki, ég ekki alveg hreinn á því, ég búin að vera önnum kafin að horfa á þennan leik. Já, við erum bara upptöndið með þennan leik þar sem við erum að horfa á SUS, nýliða í deildinni, taka Vega, sít nummer 2, komandi inn í þessa deild og setja það í 8 leik. Og það er bara mjög spennandi fyrir framtíð deildarinnar og hvað við erum að fara að sjá á þessu tímabili. Búnir að sjá SUS vinna overpass á móti svolítið svona hauslausu Vega, skilur þú veist, vantaði svolítið Sörk inn, Sörk kemur inn að krafti, en þú veist, ef að sá leikur hefði farið 13-6, þá hefði ég verið bara eitthvað, já, ok, Vega mættir ekkert vesinn. Hann fer 13-9. SUS sína að þeir eiga fullt erindi inn á besta mappið og öllum líkitum hjá Vega. Og núna förum við að Anubis, búið að vera í pásu, ekki kannski ferskasta mappið hjá öllum, það kunna allir að spila það, mjög vinsælt þegar það var til staðar, en núna fáum við svolítið að sjá, myndi ég segja svona hlutlausan leikvöll, skilur við. Þannig að við erum búin að sjá mapp sem hallar á SUS og liðsuppstillingu sem hallar til SUS og svo erum við búin að fá að sjá hináttina og núna fá að sjá svona bara, herði, even playing field. Þannig að virkilega skemmtileg sería hvað þetta varðar. Þetta er ekki einhvern veginn svona, þú veist, þú horfir á vídeó og þú bara eitthvað, já, þetta lið vann svolítið vídeó þegar maður fengur 2 af bestu möppunum sínum hérna inn. Nei, þú veist, núna erum við að fá svolítið, alla flóruna. Verður áhugavert að sjá. Við sáum Anubis hjá SUS tapaðist 13-6 á móti Þór. Það sem er áhugavert við Anubis í raun og veru, hvernig SUS eru búin að spila það, hvernig eru búin að vera aggressífur að leita að þessu plássi sítímegin þá sérstaklega. Anubis spilast í rauninni bara út af það. Spilast út á mikið að City playum og við sáum í overpass fyrirgjöðu, þá sáum við Vega ekki vera að svara því alveg nógu vel, voru að gefa þeim rosa mikið pláss og já, svona miðað við núk og overpass, þá er svona Anubis einhvern veginn í miðjunni miðað við stærð. Það er langt rótið fyrir terrena, svipað við overpass, það er tiltölulega stutt rótið á milli sæta og svona krúsjál staðir sem maður þarf að stjórna, náttúrulega að sjálfsögðu tengið, en þegar þú ert að leita upplýsingum, þá ert að leita í vatnið, þú ert að leita í bílóbí og svo framvegis, þannig að hvernig þeir eru að fara að nýta sér það og ná mögulega í upplýsingum og overróta þetta yfir á sikkur sætin er klárlega eitthvað sem ég langar að leita af því að það er þroskamerki sérstaklega í mappi sem þú ert ekki þaulæfður í eins og overpass. Já. Sko, mér fannst Vega gera meira af því að vera á réttum stað til þess að grípa þessa könnunarleiðangra hjá SUS í núk. Mér fannst það svolítið vera bara, þú veist, 4-5 ránd sem að bara svo runn út í sandinn hérna á sitthliðinni hjá SUS af því að þeir voru bara eitthvað, já, herri, Sörk er komin lengra heldur en ég bjóst við. Herri, já, hann, hérna, ég bjóst ekki við að geti sko staðið þarna, þú veist, og þeir svona voru bara svolítið að lappin í línunar. Það var eitthvað sem við sáum ekki gerast í overpass. Ef þeir ná að forðast það hér, að þá held ég þetta sé flott. Þeir þurfa að taka skipulaðri, afmarkaðri play á sitthliðinni, en ekki bara svona meira svona, hei, allir hérna, farið á kannið, sjáðu hvort þið finnum veikleika þarna, þú veist, af því að það getur svo fljótt hérna, bara svona orðið að óstöðvandi krafti Vega megin. Algjörlega. Hvernig fer þetta? Sko, ég ætla að segja að það verið tæpuleikur, ég segi að Vega taki þetta. Síðustu metrum. Vega taka þetta, þá verð ég eiginlega að taka SUS, bara svona til að halda þessu skemmtilegu, en inn í Anubis förum við og það eru hnífar í miðju upp á hvort sætið þú ert að fara að byrja. Sjálfsögðu í sikuru mappickinu þá fekk hittið að velja, bæði liðin völdu City, en það virðist að vera að SUS fá að velja og það kæmi ekki óvart að þau myndu velja Terr, en yfirleitt velja allir City. Það er, ég veit ekki, það er einhver hefð, en mér líður ótrúlega vel termegin í þessu mappi, sérstaklega ef að City-arnir eru ekki að leita í eitthvað aggression út í vatnið með smókum, en eitt sem að verður að segjast það í rauninni, ég bjóst alltaf við einhverju breytingu þar, sögum þess að þegar smókarnir lenda þarna í stiganum, vissulega að þeir komast upp í fimmuna til að kíkja terrarnir, en leið og smókurinn er horfinn,
þá þetta auðveldasta svæði í CS til að ríteka sem Terri. Þetta bara hrikalega auðveld. Já, og ég svona, þú veist, þeir velja vissulega T-hliðina. Já. Ég samt alltaf aðdáðandi að ég velja CT. Já. Þú veist, af því að mér finnst eiginlega betra að eiga frumkvæðið í seinni hálfleik. Þannig að þá svolítið meira í þínum höndum að láta hlutina gerast til þess að vinna. En gæti verið svolítið öfugt farið hér í Anubis, það stakk á miðjuna, en þetta stakk því miður ekki að fara að fá Nathan Hazard eða hvað? Ok. Jæja, hvað getur Thomas gert í svarinu hér? Hann er að fá 4 leikmenn á sig og hann svarar 2 fyrir 2, en með því að falla þá eru bara 2 leikmenn SUS hér eftir og það eru 3 leikmenn Veka sem eru búin að lappa út miðjuna. Toxic, hann eldur upp til mætti pistol og lætur sjaldan sitt eftir liggja, en frábært skot hjá Icy þarna. Þetta er vesen. Þetta er virkilegt vesen. Bomban er í eigu CT-ana eins og liggur í miðju. Icy býst við því að Veka sé að fara að pússi hann hérna, en það er engin þörf á því. Icy verður að búa til eitthvað play hérna. Það ætlar að bíða eftir að þeir haldi að hann sé búin að rótita aðeins í burtu, en allt kemur fyrir ekki, takkar þetta niður og fremur heilsusamlegir Veka-leikmenn Sörk og Brian eftir sitja á enn annað pistolið fellur til Veka. Já, og mikilvægt pistol aftur. CT pistolið hér getur sett tónin fyrir hálfleikinn og ef þið ná að snjóbolta þessu yfir í einhvers konar 3-0 forskot eins og þið gerðu í Núk, þá væri það bara mjög stórt farandi inn í restina af leiknum. Vissulega, Deglur pikkar upp hérna af SUS. Ein tekka á Icy. Ég pingur hrifnari af tech-göpinu með armorunum og sjá hvort það fáið eitthvað pláss, svona fremur ódýrt eins og tengi til dæmis. Já, nóg af svæðum svo sem á Anubis þar sem að þú fær tiltölulega stutta barda. A-lobbyið út af B-inu, lengsta frá lobby og upp í Faro eða Apex. Gefa miðju. Já. Vinna sér hér inn smá pláss, 9 HP eftir á Vírus og þeir hafa heyrt þetta ding en ákveða að hlaupa hérna inn í Faro. Lukkulags að horfa í kolvitlusa átt, þarna Kitty Disco með auðvelt fragg og Brian fylgir því eftir. Sörk með 4. leikmanninn hjá SUS og þá er það bara Rex eftir hér í A-lobby að leita einhverju, hittir ekki kúlunni í lágan Vírus og 2-0 fyrir Veka. Icy Insta kaupir AK Rex á 2 og 7. Topaz kom með AK, pressi á 3 og 7. Þetta er AK pingu utility og eru dálítið að hlaupa með því að þetta sé teaser-ið map og að eignast mikið pláss sem Terri, þá ertu að fara að sigla þessu hér. Já. Sjáum við hvað þið geta gert með byssur í höndunum, stökk. Þá kemur push út A-lobby hér, Sörk með flash frá Brian og Toxic honum úr hlið. Fella fyrsta leikmann SUS og það er einn af rifflunum. Eru þeir að búast við leikmanninni tengi? Vel gert hjá Sörk og Toxic, eiga þá allt fyrir utan æð. En smókin fyrir utan B er að fara að feita. 2 til að taka við, Brian og Vírus. Þessi grensa, þetta verið góð. Mollin er hins vegar mjög góður og ítur honum úr stöðu inn í smók sem er að feita. Vírus með 2K og 3. rándið í höfn. Já, Sörk og Toxic með virkilega góða flettu þarna út að bara létta á rosalega miklum þrýstingi þar með að eiga fullkomna stjórn á þeim part af mappinu. Vírus stendur síðan sína plikt hinum megin yfir á B-hliðinni og finnur hina 3 leikmenn SUS og 3-0 mjög snögglega. Eins og kalla, þetta er besta byrjunin í rauninni sem að Veka hafa fengið. Þetta 3-0 og
Það bara ákaflega gott. Það bara tekkur hér hjá SUS. Ég ætla að minna áhorundur á það að SUS eru minni með lægsta sítið í deildinni, ef ekki næstlægsta. Vega næst efsta. Dusty fyrir ofan þá, sjálfsög koma inn í mótið sem silfur Vega liðið voru í öðru sæti í deildakeppninni fyrir áramót. Lögsmók kastaði þarna á B sem á að taka einhverja pressu. Treytað mollum í miðjunni sem að hægir aðeins á Vírus með smókin en ætlar ekki að fylgjast neitt sérstaklega vel með honum og geta arkað miðjuna í kjölfar á því. Þetta er A-play. A-play og plassið gott, Sörk algjörlega stökkundur, nær að koma smókin frá sér fyrst og finnur sér bara 3 leikmenn, eða 2 Icy aðstofan hann með 1. Kitty Disco og Toxic klára þetta hér 4-0 fyrir Vega og þeir missa ekki leikmann. Peningurinn upp úr öllu valdi, það 7.000, 11.000, 7.000, 9.000, 8.000 Tommy. Frábært counter-util hjá CT-unum. Frábært counter-util og þetta hægir á þeim, gefur Sörkarna pláss til að leika sér í kringum smókin, veit ekki alveg hvert að líta þegar kom út 3K. Köllum þetta bara 3K. Þetta var svo gott sem hjá Sörk. Já, ég menn hann á ennþá 50% líf og kúlur í byssunni, sko, hann hefði alveg klárað þetta. Vissulega hefði þetta getað farið öðruvísi ef þessi kúla hefði lent í hausnum á honum, en hún gerði það ekki og Brian hér aggressífur út í vatnið. Þetta frábær smók sem að stoppa framganginn í áttina A. Þá spurning hvort að Rex búist við þeim hratt í baki. Þeir vita ekki að Rex kominn svona langt, búin að missa af honum rétt handa við hotnið í hvert einasta skipti. Hann getur í raun og veru labbað inn og ef hann finnur fyrsta leikmanninn að þá gæti það verið stór klufa hér í vörninni hjá Vega. Rex byrjar að skjóta en finnur ekkert, geigar skotunum þegar mikið undir og Lukkulags búin að finna 1 tilbaka hér í miðjunni en það 2 á 4. Þetta erfið staða, 1 á 4, Icy aðleitn eftir og þetta alltaf falla akkurat öfugt við það sem SUS vilja sjá og það sem maður býst við á Anubis. Vega eru bara, þeir eru með mjög yfirveguð, mjög taktísk play það hvernig þeir eru að spila aggressífir á sétihliðinni og það að skila sér. Algjörlega, þetta mjög vel gert hjá Vega strax CT megin. Þeir að leggja líka línurnar að þeir séu hrættir við smók í stiganum. Að þeir virði smókin, það verið að pússa hann þannig að hægið á okkur á meðan við komum okkur fyrir. Þeir eru búin að pússa út A, þeir eru búin að pússa núna út Turbo eða Electric. Já. Þeir eru búin að stakka miðjuna. Þeir eru búin að gefa mjög margar mismunandi útgáfur af því hvernig þeir ætla að verjast á mjög stuttum tíma. Já. Og þetta bara mjög high level hjá Vega. 15 sekúndur eins og þar eftir af þessu rondi og Icy ætti að vera fundinn og það hér Sörk finnur hann hjá teppastalanum á Terspon. Fá sér 1 eðalofið teppi. Ekki rosalega góð teppi hægt að finna þarna í Egyptalandi og svona þessum löndum? Ég meina... Ekki landsyrki? Þú mér, sko. Já, ég held það. Ég hef heyrt allan að Marokko sé rosalega frægir fyrir annarkvort var það leður eða teppi. Vafningalistinn var vissulega snemma á ferðinni í þessum heimsluta. Það hratt play hér hjá SUS. Það lítið kaup, það bara einhverja pistlur og við sjáum við geta fundið eitthvað. Þeir eru allavega búin að komast langt út A og finna eina fellu hér án þess að missa leikmann. Bomban á leiðinni niður en það Sörk þarna í heaven, Brian í þristinum og þeir saman búin að fella 3 leikmenn. Núna Lukkulags kominn nálægt, við bara fundið eitthvað. Það verið að reyna að hnífa hann í smókinum. Sörk og Vírus loka þessu. Komast vissulega inn á A-sætið en ég bjóst sterklega við því að Toxic myndi ná einhverju örlítlu fellu þarna en allt kom fyrir ekki. Gerði vel hins vegar. Getum við bent á það, Óli, Sörk 9-0. Já, getum við bent á það að samtals hefur lið Vega fallið 5 sinnum í 6 lótum. Já, þetta eru yfirburðir CT megin og það oft talað það að þetta var
já, mest eða næstmest tersætið mappið í púlinu. En sko, þetta ástæðan fyrir því að ég myndi alltaf pikka City. Já. Þú veist, byrjaði að segja, sýndu mér að þú getur brotið vörnina mína og svo fæ ég frumkvæði að reyna að brjóta vörnina þína til þess að loka leiknum ef að það gengur, þú veist, vel. Ef það gengur erfilega þá fæ ég frumkvæði í að ná kompakinu. Þú veist, það meira heldur en bara það að, þú veist, já, að meðaltali þá vinnur þú fleiri round sem 10 á þessu mappi. Ég myndi frekar vilja fara yfir í sterkari hliðina með einu rondi meira en ég ætti að fá út úr City-hliðinni heldur en að fara yfir á City-hliðina, þú veist, 9-2 eða 9-3 eða 10-2. Ég bara hjartanlega sammálaðir. Ég allan að náða að búa sér til mat úr þessari lotu. Sörk samt sem áður ekki fallinn og þeir að það reyna hann félast fyrir mér á mappinu. Já, ég nægan pening þannig að litlu að tapa þannig séð. Finna Rex og restin í tengi. Smókurinn komið fyrir, Smókur á bombuna. Toxic heldur diffusinu inni, en hann komið sér í burtu. Ég hef nú reynt. Já, en þú veist, hann tryggir það að allir nema einn leikmenn hjá SUS falla og það alveg þrautinni þyngra að halda uppi efnahag hérna þegar það svona gengur erfilega eins og SUS að lenda í. Á hinni liðinni hins vegar nóg til í öllum skúffum, vösum, veskjum og það verður löng vegferð hér fyrir SUS að brjóta þetta vegalið. Það verður það svo sannarlega. En þeir ætla að reyna að leita. Hérna ættu þeir að leita að því að komast inn í tengi og setja smá pressu á lobbyið. Vírus enn og aftur með opnun. Þetta eru 2 ránd í röð sem að Vírus að opna með vappan sínum. Pressi sendur í miðuna til að búa eitthvað til hérna fyrir sína menn. Smókurinn ekki góður og Pressi með línu einfallega til að fella hann. Já, tilraun að einhvers konar one way smoke play þarna hjá Vírus og búin að undirbúa þetta en Pressi sér við honum. Smóklokki Tópas kom með Toxic og Sörk fellur þarna fyrir lukkulags. Brian kom með 1 en plantið kemur á B-sætinu. Verður að hitta þessu skoti og fellur í kjölfar því. 2-2 akkurat núna. Tópas nær ekki Kitta og þá vita það er bara 1 á sætinu og Kittin samt sem áður frakkinu. Þurfa bara að finna Rex. Eru með Util, Grensa, Smókur og Flash. Já, þurfa að smóka hérna innganginn frá B, vita á en það núna líka, þá hlýtur smókurinn að koma út en Mollin fer á bombuna. Það ekki góð að kasta smókurinn, Kitty Disco ískaldur! Það að býja eftir Mollanum, með Kitt samt sem áður, þannig að hann ætti að hafa... Nei! Hann hittir á vegginn! Hann hittir á vegginn! Þetta var svo close! Kitty! Sko, ef að Vega tapar þessari lotu, þá hefði ég kallað MVP leiksins sem bara veggurinn hann. Já. Þetta var svakalegt. En, vilt þú tilkynna? Ég var tilkynna saman. Já, mátt, fæðurinn. Ég að fá fregnir í eyrað hér að Ísland komið í milliriðil með 3 sigra eftir sigur 24-23 á móti Ungverjum. Já, það þýðir við meðum taka með 2 auka Hartbjörnsdósir í milliriðilinn og hérna einhverja aðra reglur ef einhver hefur ekki skilið þetta ekki tíðina en já, 1-1 hér, opnanir á milli þessum liða hér í þessum sétleik sem ennþá í gangi og við höfum séð SUS takast á við mótlæti áður í þessari seríu, geta þeir gert það hér aftur. Aðeins of aggressífir að íti baki til Disco, þetta opna tengið og B-sætið alveg opið. Brian að klifra upp sítiskoni hins vegar, þarf að geta skada hér. Alltaf hann að halda lífi. Já, núna held ég að SUS þurfa að fara, þeir þurfa að venja sig á það, þú veist, að tala. Núna þurfa allir liðin að tala, því að þeir eru að læra að spila á móti Vega á einsend eftir í hverri lotu í raun og veru. Og það þýðir sko, þú veist, eins og Tópas gerði það
býða aðeins lengur eftir púsin í bakið heldur en hafa kannski verið að gera venjulega. Og IC og Pressi gerir þetta vel. Þetta var mjög einfalt. Þeir biðu bara eftir púsin í bakið. Og þetta er hættan þegar þú ert langt yfir, gerir mistök, þú ert aðeins og fljótir á sér og ef að Sús hafa kennt okkur eitthvað þá eru þeir ekkert endilega rosalega mikið að hoppa á sæti þar sem þeir eru að executa fyrst. Þeir bíðalega eftir að sjá hvort þeir fá einhver pick og róta þetta síðan á næsta sæti. Sáum það í overpass track í track, termiðin sérstaklega. Já, og núna vil ég sjá Vega, setja meiri áherslu á að ná stjórn á vatninu aftur þegar það var stillt heim þeim rándum þar sem það var náð fyrir stjórn. Við sjáum ekki smók í stigan þarna, við sjáum ekki push út að, kannski svona trillins betra í þetta skiptið, en þeir laupandi fram í Störk og hann byrjar Tommy! Fjórði næstu í fallir að það Störk gerir hátt í 400 í skaða. Hvernig? Og IC einn eftir. Með bombun á bakinu vissulega þetta er nákvæmlega sem hann hefði viljað hafa í first roundinu og hefur nægan tíma hér til að bakka yfir á B og Kid Disco er að gera nákvæmlega það en IC ætlar að taka sér tíma 53 HP á honum, AK í höndunum, bomba á bakinu og tími og sérð hversu dreift lið Vega er orðið en Kid Disco, hann er komin út í lobby. Já, IC ekki sáttur með þetta skringileg staða en veistu ég er hrifinn af þessari stöðu, hann er djúpt í B-lobbyinu út líklegast ekki að fara að klíra það og kemur í gegnum tengi, hann er þá með lobbyið algjörlega undir kontról og nær að halda off-angle þegar hann kemur annarkvæmlega um spónið eða krossar miðju. Bara góð staða. Mjög góð staða. Góð staða. Vissulega og bara, góð ákvörðun að halda áfram að púsa út af það, síðan heyrir ekki í honum og sér hann ekki kominn. Bara glóruleg staða fyrir IC líka að klíra út ef hann hefði komið tengið. Bara myndi aldrei gera Og frábær opnun þarna hjá Topaz. Störk bakkar hann í miðinu og þeir gefa það algjörlega. Er búinn að spila ítrekkað. Það er bara einn leikmaður. Amin, það er Toxic. Hann er búinn að finna 2. Finnur ekki fyrir því að hann gerir gífurlegan skaða og setur þetta í 2 á móti 3 retake-irna. Sjáðu samt hálftíð á 2 leikmönnum. Alveg að liðast í sundur. Bæði Topaz og Rex. Þeir eiga 2 molla í viðbót. Þetta haldi Kid Disco þarna heila eilíf. Þeir eiga góða mollan eftir. Grensa sem að Kiddi á. Ekki að býða þessu lengur. Kíkir ekki stigan og Topaz finnur fraggið. Flassi lobby, lukulags með vatnbann. Hæfir ekki Brian. Og upp úr því uppskera er 3. rándið sitt en samt sem Óli við erum að tala 3 ránd termin í Anubis. Þetta er ekki til að hrópa húrra yfir en Vega samt sem áður taka tactical timeout hérna til að finna út hvernig þeir geta fengið sem mesta fyrir peningin sem þeir hafa á sér farandi inn í síðasta rándið hérna í fyrri hálfleik. Já, geta hámarki farið út með 4 lotur Sús, 9 lotur í boði fyrir Vega. Það myndi teljast stórsigur ef þeir ná því. Sús, ég meina ekki frábært en alveg svona pistólþetta leikur hérna, þú veist já, aftur, skilur, nú er þetta að segja já, ok, núna þarf þetta að brjóta bakvörnina mína í seinni hálfleik. Það er bara svo óþægilegt ef að Vega bara eru feeling it og bara hlaupa þig, skilur, þú veist og hérna, og færði ekki tækifæri til þess að gera öll þessi play eða ef að Vega eru bara, við erum svo mikið í stjórnum þessum leik, við ætlum bara að chilla. Og þeir láta að lappa aðeins svo mikið í sig. Eins og við höfum séð er búið að vera grundvöllurinn að þessum lotum sem að Sús er búin að vinna. Þannig að þú veist, það er svo þægilegt einhvern veginn að vera í stöðunni hjá Vega því þú getur spila miklu frjálsar. Sús þurfa að láta hluti gerast og setja í hliðinni. Þeir geta ekki bara beðið tilbaka og lyfta með execute einhvers staðar. Þetta í miðunni, Topaz tekur Sörk og vírus í vesinni en nær að skjóta sig úr því. Verið að halda A-setinu, þetta er A-play en
cancela það á ögur stundu eftir að hafa mist dýnamiska partinn af þessu pússi sem átti að koma í gennum miðuna. Skilja Icy hins vegar eftir, eiga ennþá vappan og pressa til að finna ykkur pikk, en það ekkert rosalega mikið verið að pússa BLB, þannig að hann gagnslaus að halda því þessu staðinni núna. Rísmókur í A-lobbyið. Víðus með þriðja leikmanninn, búin að vera algjörlega frábær í þessum leik, 14-6. En Pressi svarar 2-3. Undirhanda smók. Fór ekki upp síðustu tröppuna. Nei, hann situr inn í honum núna fyrir að finna Toxic. Gruna hann væntanlega inn á site eða upp í heaven. Og Toxic finnur einn. Það ætti að næja, sérstaklega í ljósið þess hversu nálagt rotatið pikkað upp bombu, einn í tengi, tíminn naumur. 10 sekundur eftir á klukkunni, Kittis og kemur úr tengi, hinn í A-lobbyinu og sprayið nægir fyrir Brian til að krækja í 9. rándið. Já, áfram erum við að sjá mjög svona crisp skot út úr Rex, en í þessum hálfleik þá bara small ekki SUS liðið alveg nógu vel saman. Vega stóðu sér virkilega vel í að loka á alla áraskirni, spiluðu leikinn svolítið framan af með mjög svona systematíska árásir frá CT hliðinni, gerðu það mikið með stöffi og svona, þú veist, það var svolítið eins og það væri æft og allir voru með á nótunum. Það bara svona svolítið greip SUS svolítið, með svona komið með opna skjöldu og mér fannst þið bara ekki sjá sko öryggi úr SUS í þessum hálfleik. Gerði líka á réttu tímasetningunum og það verður ekki vanmetið. Þeir lögðu línurnar snemma í leiknum, en það B-take hérna hjá Vega, bombar að fara niður, plantað fyrir lobby og fyrir tengi og það verið að halda því vel niðri. Hins vegar einn fyrir framan Faró. Sjáum hann að Rex að hlaupa lönguliðina í gegnum TS-bónið með leikmann sem finnur sig þar í eirað, og ásamt því að retakið sem að koma í gegnum Spawn ekki að skila sínu og Vega að vinna pistol. Mjög skemmtilegt hvernig setupið var í rauninni að Kittis tekur kontaktið. Það einn á plantstaðnum sem að ætlar að swinga og annar sem á platt sem að swinga líka á CT. Þannig að þeir eru að bara skjóta bara allstaðar af og uppskera frekar free-through frögg. Mjög þægilegt. Þetta svona, þetta kannski ekki eitthvað að tekur rosalega langa tíma að plana, en þetta virkar, þú veist, bara postplant. Þetta virkar. Þessi félagar, þarna kemur það sök. Yfirbúra vopnbúnaður hér. Settekur heldur. Disco ætti að henda niður bombu hérna. Uspan vissulega hausasörk, en fellir hann ekki. Hann fallinn núna. Icy með mökku, þess að allar að taka hana upp og fellur í kjölfar á því. Vírus með 2 og þá Rex. Já, leyfum mér að segja ábyggilega besti leikmaður SUS í þessu best of 3. Vírus með feita fingur, tekur hann upp flassið. En 11. rándi fyrir Vega og það verið að baka SUS. Já. Það spurning hvort þessi kíló og hveiti í SUS, eins og Hérastupi bakari söngum á sín tíma. Veitu hvernig var það? Bara þegar piparkökur bakast. Já, piparkökur bakast kökur. Vega tekur SUSið og 1 kíló margarín. 1 kíló margarín, það uppskriftin kíló sykur, kíló margarín og kíló hveiti. Það uppskriftin að SUS. Samtir draumar SUS. Já. En þú veist, vissulega löng vegferð og það þarf að mikið að gerast, en við höfum séð klikkar í hluti, Tommy. Toxic eiginlega má ekki falla hana. Hann komið 3, hinni 2 á A-slæðinu, mjög splittaður upp hana. Frögginn koma þarna, sörklar einum, Toxic með rotatið, að spraya vel, þarf að halda lífi. Þurfa að sækja það fragg. Já, það þurfa að sækja það, finna það 2-2 hérna í rítekinu, geta ekki hleypt Vega í 12, en þurfa að búast við þeim ansi framalega hér
Æsir gerir það, en það kemur ekki að sök fyrir Vega. Sörk á skotskónum. Tökum við því, bara Toxic að halda lífi þarna og retake ekki búið að hefjast fyrir að bombutíminn hálfnaður. Þetta ekki með kill. Þannig að þetta rándi bara unnið leið og Toxic heldur bara lífi sem hann gerir, nær fraggi, ennþá betra og tekur vilt spray og heldur lífi í kjölfar á því og þeir verða að henda niður. Sko, ég hef alveg mikinn áhuga á því að vita, þú veist, hvernig klefinn akkurat núna hjá SUS, skilur, hvernig comms. Þú veist, það svona, þú veist, það alveg erfitt að vera, þú veist, ungur og með sjálfstraust og komin í einhvern leik og vera bara, já, þetta má taka þessa gæja, vinna fyrsta mappið, lenda sinni í basli mappið 2, byrja fyrri hálfleikin í mappið 3, 6-0, að vinna sér upp úr því, það tekur ákveð karakter sem að byggist ofta á því að bara fara í gegnum þetta oft. Þannig að multikröftin ekki hægt og pressi komin með 7. frækið sitt. Sörk 1 eftir. Hann með 134 eftir. Það rosalegt. Svo sem hafandi hort á ansi marga Sörk leiki í gennum tíðina og þannig að þá Topaz nákvæmlega með á nótunum. Hann aldrei inn í lofti. Hann alltaf að fara að koma í bakið á þér. Og síðan hann spottaður út. Hann núna að ákveða hvernig geti komið í bakið á öðrum. En í raun og veru að taka bara með þetta ákvörðun hvernig geti gert þeim dýrt fyrir CT-un og hægt ef hann nær einu fraggi enn þá er hann búinn að mölbrjóta allt sem voru að byggja upp í þessari lotu, númer 16. Lítið sem engin peningur eftir hérna á SUS-liðinu. Lítið til að vinna með. Erfitt að fela sig líka inn á þessu B-seti þannig að ef hann kemur úr lobbyinu þá hefur hann greiða leið til að taka þarna einn frekar þægilegan fight. Þessi AK-leit vel vita af sér. IC low, IC mjög lár og hann spottaður nú. Hann ætti að falla. Gerir það. Veita einum á... Það 70 sekundur eftir, sko. Já. Bara, það ennþá séð. Veita báðum leikmönnunum vilt spray en vissulega takmarkið hafðist þarna. Hann náði að fella 2 leikmenn og gerir þetta mjög dýrt fyrir CT-ana. Já, SUS þurfa að finna 8 lotur í röð og þeir þurfa að kveikja á vélinu og setja í einhvern gír sem við höfum ekki séð úr þeim áður ef þeir ætla að láta það gerast. Mikið rosalega væri ég til í að sjá það, Tommy. Ég held að það væri svona, þú veist, akkurat öfugt við það að þú veist, hugsa, klefinn aðeins farinn yfir í bara, þú veist, keyrum þetta í gang. En já, það er verið að biðja mikið. Fullkaup, samt sem áður, Utilið. Já, Kitty Disco hleypur hérna inn í Rex sem að stóð bara í horninu á tengi. Það er eitthvað við þessi 12 round, Tommy. Þú veist, stundum þá langar manni bara aðeins meira en góðu gangi gengur að klára leikinn. Já. Þannig að maður gerir play sem að maður annars hefur ekki verið að gera. Ég veit ekki hversu oft ég er búinn að spila Faceit-leik og við erum komin í 12 round, sama hversu mikið andstæðingunum er komin. Ég ekki bara þess að býða að. Bara nei, gerum bara þess að virka þið. Já. Vega þurfa að passa sig að labba ekki á það bananahýði. Já. Það væri ansi slæmt ef það myndi gerast í ljósleiðaradeildinni en já, við sjáum það stundum. Brian núna með sama verkefni og Sörk. 3 frjárfellur. Eitt í bak og Topaz finnur hann 12-5 og peningurinn að safnast á meðan Vega. Þeir eru búnir að brjóta sparbökin. Já, veistu, það er eitthvað fallegt, Tommy, við það að horfa á CT line-up sem allir með AK. Já, það er mjög skemmtilegt. Gekk ekki rosalega vel hjá þeim samt þegar þeir voru hinum megin með AK-na, sko. Nei, vissulega. Þetta er bara að halda sig M4. Já, mögulega kannski. En, þú veist, strax lítur þetta betur út á stigatöflunni. Ég meina, þú veist, við hefðum getið verið að horfa hérna á 13-3, búnir að klóra tilbaka 2 og bara þessi, þú veist, MR12 svona setupið, það er miklu meira sveiflukent. Skilur, þú veist, ef þú farið eitthvað svakalegt run hjá SUS, þá
þá ertu komið með sko stressið og óöryggið, það byggist upp hraðar Vegamegin, meðbyrinn, hann byggist upp hraðar Súsmegin því þeir eru að færast nær markmiðinu sínu á að ná jafntefli hraðar. Þannig að allt getur gerst og eflaust gerist það flest, bara frakkið meðan þið getið. Já, nákvæmlega og skemmtilegt lið að fylgjast með. Það er ekkert öngþauti í gangi þrátt fyrir að þetta hafi gengið ekkert rosalega vel í núk framan af en ná að leiðrétta klálega bátinu sem þú bentir á og gætu gert slíkt sama hér. Það er aldrei að vita. Liðin er sterk. Skot tekin í miðju, ein digla á sörk. Ekki mikið meira í vopnabúrunni hjá Vega annað en klokk 18. Já, verður að teljast ólíklegt að Vega sigli þessari lotu en ógerlegt sökum þess að fyrir að leita að A-inu það eru 3 að fara að taka móti þeim. Já, þetta var að vera rosalega opnum hérna á Sörk mikilvægt að fara hitt þarna, tókast, mikilvægt og stand. Já, allir tilbúinir til þess að klára þetta og Sörk síðustu til að falla stanist 12-6 Tommy. 12-6 og það er kaup hjá Vega. Spurning hvort það séu með eitthvað svona eitthvað ránd í pokahotninu, eitthvað play til að taka yfir tengi, taka sem meiri tíma, taka yfir alóbi, teygja eins og vörninni, leyfa overróttuðin að koma. Vissulega, þeir eru búin að leita örlítið í miðjuna, það er auðveldan á miðju sem appi, gífurlega auðvelt og ídæmin á A og inn í Faro. Hvað sem var svona þarft að gera í dífutunniðinu. Græstur eru góðar, en það ekki á Toxic sem er í stiga. Og pressi gerir vel, opnar þarna, klífur upp stigatöfluna. Já, við erum ekki búin að sjá mikið til pressa hér í seinni 2 leikjum kvöldsins, komið tími til að stíga upp og engin byssa betri til þess að stíga upp á en Vappinn. Vissulega. Áfram er það Rex sem að leiði vagnin hér fyrir Sús á stigatöflunni. Lögsmókur út í sem að gefur Sús ákveðna tilfinningu að það er að fara að koma teiki andlita á þeim, smá counteri út til og það þarf að bregðast við því. Það er Vírus sem bara lauma sér í gegnum smókin en Rex hann finnur 2 í gegn. Þá er það restin af liðinu hér, Toxic 1 eftir á móti 3 til þess að sigra leikinn en nærði ekki. Icy vinnur 7. lotina hér fyrir Sús og skref fyrir skref eru þeir að labba aftur inn í þennan leik, Tommy. Heldur betur og nú getum við talað comeback því að núna eru Vega komnir með góða pressu á baki á sig. Núna eru þeir aldrei búin að spila þetta framhjá sér, 4 ránd í röð töpuð, verða mögulega 5 en þeir ætla að fara í eitthvað hratt tempo með þessa tekkur, það getur ekki að verið. Já, Sús mega ekki misreikna sig einu sinni hér. Grænsur í stiga, alltaf þess að doppelgrænsur í stiga þannig að þið vita að það eru 2 nálagt A-inu akkurat núna. Það sem þið vita ekki hins vegar, þeir spila ekkert upp á miðju, þeir eru með 3 á A-inu, þeim grunar að eitthvað gæti verið á A. Jú til þetta koma núna yfir 1 flass, Topaz. Ekki neitt á honum, Lukkulegs með 3K og þar höfum við það, 12-8. Sko Lukkulegs hann hélt á flassi og var tilbúin að flassa Topaz. Já. En svo sagði hann bara, nei, ég tek bara 3K. Ég er með þetta. Ég er með þetta. Flassi flög ekki einu sinni, sko. En allt annað að sjá Sús hérna á séttíliðinni eftir að þeir fundu einhvers konar fótfestu í þessum leik. 8-12 er staðan og við fáum kaup núna á Vega en aftur erfitt kaup ef að þeir tapa þessari lotu, þannig að ef þeir tap hér þá getum við alltaf inn að horfa á 10-12 þá erum við bara að tala um ansi svona, já, mjótt á munum, Tommy. Verulega og ég get að ímynda mér að Vega séu byrjar að svitna akkurat núna því að þeir eru ekki búin að líta út fyrir að líklegir til að finna ykkur ránd hérna. Senda Toxic
á einhvern veginn til glötunar en Rex nær að svara og þeir halda yfirtölu farandi inn í mögulegt retake. Femi bombu að klíra út. Brjóta smókin. Þessi ekki neinin gegnum gamla defaultið, þarna hornið. Þeir eru allir fjórir að koma. Nei, Rex ákveður að fara Faró. Hitti ansi hættulegt. Það eru 3 leikmenn, Sörk, Bryon og Vírus til varnar. 3 á 3 núna í rítekinu. Sörk fallinn, Bryon svara með Topaz. 2 á 2, Vírus fallinn og það allt á herðum Bryon. Prestið geigar skotinu og Bryon lifnar við hér og tryggir Vega-sigurinn í mappi nr. 2 og í seríunni allri. 13 loksins komuður í sigurtöluna og við vorum einhvern veginn bara að bíða eftir þessu lengi vel eftir hennar frábæra fyrriháleik hjá Vega City megin en samt sem áður þá svona undir endan, senstu 2 rándinóli þá var ég svona, ok, þetta gæti verið geranlegt því að vörnið þeirra var að halda, því voru með góð setup en það er rauninni bara senasta lotan þegar þeir senda Toxic hlaupandi aleinan með eitthvað util vissulega á bakvið sig, aleitnin á A-ið, overrót þetta yfir þrátt fyrir að vera að spila 3 á A-inu. Þetta er mjög einkennilegt. Já, eins og ég sagði, þú veist, bara þeir megi ekki við því súsmegin að misreikna sig einu sinni. Gerðu það. Og þeir gerðu það. Og miðað við hvað við sáum að geta sett upp sterka vörn á City-hliðinni, þá er spurningin hvað þeir hefðu bara valið City fyrst, skilur, og þetta hefði spilast eins og þeir hefði fengið þarna auka ránd til þess að halda áfram að raða inn rándum City megin, hefði það geta haft nógu mikil, bara svona andlega áhrif og pressu Vega megin að Vega hefði ekki verið eins öruggur í aðgerðum og þeir voru snemma leiks þegar þeir byrjuðu að byggja upp þetta 6-0 forskot á City-hliðinni. En þetta eru svona hlutinni sem að þú getur ekki svarað hvað ef á þessa hluti. Þetta bara gerðist svona. Sústur að bara læra af þessu en það jákvæða er bæði fyrir þá, fyrir egoið og fyrir bara það að horfa aftur á þessa seríu er það að þeir settu þetta í 13-10 þú veist, þeir settu Nuke í 13-10 líka, er það ekki? 13-9 Já, 13-9, þú veist þeir létu ekki valdi yfir sig Já. Þú veist, þeir þráttur það að það hafi verið að líta þannig út, ég meina, þeir voru í 12-3 Tommy, skilur, þú veist, þeir voru í 12-3 og það er svona móralskur sigur og að fara þarna inn, komandi inn sem næstnæsta síti í deildinni á móti næstnæsta sítin í deildinni og taka það í 3 möpp fá síðan inn á móti sér, þú veist, in-game lítirinn og sem reyndist toppfrakkirinn í seinni 2 möppunum en ná samt að halda þessu, þú veist, innan sko ásættanlegra marka. Ég held að Sús geti labba stolti frá pólinu og ættu að gera það og ættu að fara út úr þessari seríu hugsandi hvað lærðum við af þessu og hvernig ættum við að nýta það í næstu seríu og eins og ég segi, ég ætla að gefa þeim alveg heilt season í efstu deildinni sem þetta line-up áður en ég fyrir eitthvað að dæma. Möguleikin er þarna. Ef ég myndi breyta power rankingu mínu núna, þá myndi ég láta Sús í 5. sæti. Já. 100%. Úr 7. Já, úr 7. í 5. Fyrir ofan á Saga, Vega, KPJ og Dusty. Og ég myndi 100% standa með því, en ég var alveg pingu Sús fan á tímabilinu. Nei, bara, þú veist, eins og sé, þeir sýndu að þeir eru með eitthvað. Hvort að þeir ná að sko slípa allt utan af þessum demanti sem er þarna einhvers staðar fyrir innan á þessu tímabili. Já. Ég veit það ekki, en þú veist, ef að Rex ætlar að halda áfram að hitta skotunum sínum, ef þeir ætla að geta tekið svona yfirvegar og góðar ákvarðanir mid-round eins og þeir sýndu í overpass, ef þeir geta fundið smá meiri aga og smá meiri tímasetningar, sérstaklega á móti þessum liðum, og það er, þú veist, það er kosturinn við það að hafa kannski verið í deildinni svona lengi, ég meina, jú, þeir hafa allir spilað hér og þar, en þú veist, þessi spilar og þessi lið sem við erum búin að sjá þarna ár eftir ár, þeir þekkja tímasetningarnar bara betur. Og þeir þekkja tímasetningarnar í official leikjum á Íslandi betur og það er engin hliðstæða við þá reynslu. Þú getur ekki fundið þessar tímasetningar í Faceit, þú getur ekki fundið þær í skrimum við erlend lið, þú þarft að finna þær í skrimum við íslensk lið en ekki einu sinni þá, þú þarft að finna þær í deildarleikjum.
Algjörlega og það sem að mér langaði að minna alltaf á en ég glemdi aðeins í byrjun á leiknum það sérstakt að taka offísjaleiki í ljósstæðardeildinni og í neðri deildinum. Það er svona spenna sem að, þú veist, nú er ég búin að spila alveg nokkra leiki í deildinni og það er alltaf svona spenna og eftirvænting og pingu stress þegar þú ert komin á serverinn. Nákvæmlega sama hérna. Já, nákvæmlega sama hérna. Alltaf. Þurfa bara að venjast í rauninni og helst ber að nefna sjálfsögðu Lukkulegs, hann er að koma í ljósstæðardeildinni í fyrst skipti. Restin búin að spila leik á einhverjum tímapunkti fyrir efstildalið en núna allir saman, ungu strákarnir. En Vega, hinum megin, erum við impressed á því sem við erum að sjá? Erum við að sjá annað þýtt lið spila leikinn sinn eða voru þeir pingu ryðgaðir? Í seinni tveimur möppunum, já. Vantaði smá upp á kannski bara hungrið til að keyra þetta yfir endalínuna, þú veist, bara agan og yfirvegunina, þú veist, en skulum ekkert láta eins og þeir hafi ekki verið í bílstjórastætinu á Núk eiginlega allan tíman og langmestan tíman framan af í Anubis. Þetta var svona 12 rándar bananahýðið sem að þeir tóku svona og það var svona, eru þeir að fara þetta og svo svona, ok, stuck the landing, þú veist. Og ég meina, það bara kemur fyrir bestu menn. Við sjáum þetta í atvinnumennskunni, þú veist, það einhver andlegur barrier sem bara fylgir þessu. Já, 12 bara svona, þetta komið heim hjá okkur. 12-3. Bara stráka, við höfum 9 tilraunir. Ég ætla bara að fara að reyna þetta play, skilur, þú veist. Hvort sem þú gerir það meðvitað eða ómeðvitað, þá gerist það. MVP í seríunni? Sörk. MVP í Anubis, það ekki Sörk líka? Myndirðu segja ykkur annars? Sko, já, Sörk, en sko, honorable mention á Vírus var bara virkilega flottur í báðum þessum leikjum líka. Mér fannst Sörk og Vírus svolítið bara, þú veist, þeir mættu til leiks í þessum seinni tveimur leikjum og sagði bara, já, strákar, þú veist, við ætlum ekki að fara að tapa þessu, skilum við. Og Vírus alveg búin að finna tempóið og miðið á vappanum og var að hitta þessum skotum sem við sáum hann geiga í overpass. Þannig að, þú veist, alveg tæft á milli þeirra en mér finnst eiginlega bara svona extra impressive að Sörk mæti bara eins og þú hafi verið að lýsa Batman-merkinu og bara eitthvað Gotham City's in trouble, bara ég kominn, bara ég hetjan sem þið þurfið og hann stóð undir því. Já, algjörlega. Já, 2 sigrar fyrir Vega, Sús með 1 sigur. Býst við að Dusty hafi lagt hæpur að velli, við þurfum að sjá það, en á 5. daginn þá eru nýliðar IA að fara með þetta sögu. Ekki missa því, löng útsending að baki, þannig að endilega fá ykkur eitt Red Bull, vakið alla nótt, spiliði CS. Takk fyrir okkur.